Ráðherra, ágætu fundargestir. Þið eru öll hjartanlega velkomin á ársfund Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi. Enn eitt ganginn eru við hér samankomin við höfnina í Reykjavík, enda vel við hæfi. Það liggur fyrir nokkuð þétt dagskrá með pallborði í lok fundar og þið rétt að halda vel á spöðunum svo fólki fari ekki að leiðast úr hófi fram. En fyrstur á mælendaskrá í dag er fráfarandi formaður Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi. Gleymdi að kynna mig. Ég heiti Hrönn Margrét Magnúsdóttir og er fundarstjóri í dag. En bjóðum velkomin Ólaf Helga Martinsson. Gjörið svo vel. Ráðherra, fundarstjóri, ágætu ársfundagestir. Hvað var það sem hélt efnahagslegri hagsæld meira og minna uppi á Íslandi á 10. áratugum? Það var sjávarútvegur. Hann hefur oft komið okkur til bjargar og staðist ágjöf þegar illa hefur árað í öðrum atvinnugreinum. Hann hélt dampi í gegnum bankahrunið og einnig í gegnum COVID-faraldurinn. Það er hægt að stóla á íslenskan sjávarútveg. Ég hef sjálfur kynnst því og verið þáttakandi í honum áratuga skeið. Breytingarnar á þeim tíma hafa verið ævintýralegar og sjávarútvegur er hvergi í heiminum eins þróaður og arðsamur og hér á landi. Þrátt fyrir það eru tækifærin endalaus. Bláa hagkerfið á Íslandi sem að sjávarútvegurinn er hryggjastykkið í, á nóg inni. Sjávarútvegur mun aldrei stöðvast og verða óbreytanlegur eftir það. Forvitni mannsandans er slík að það verður alltaf til fólk sem sé tækifæri á morgun sem okkur eru hulin í dag. Íslendingar eru fremstir í nýtingu á því sem að upp úr sjó er dregið. Ég hlakka til að sjá hvað framtíðin færir okkur í hugmyndaauðgi og nýsköpun. Það mun ekki standa á sjávarútvegnum að taka þátt í þeirri vegferð. Sjávarútvegurinn hefur löngum þurft að búa við óvissu vegna þess sem upp úr kjörkossunum kemur í alþingiskosningum. Á því var engin breyting í haust. Það er með nokkrum ólíkindum að grundvallar atvinnugrein þjóðarinnar skuli þurfa að sæta því að hver og ein ný ríkisstjórn sem sest hér að völdum telji bráðnauðsynlegt að setja mark sitt á starfsumhverfi sjávarútvegs. Spurningin sem fæstir virðast spyrja sig sú hvort að allar breytingar á umhverfi sjávarútvegs á Íslandi muni styrkja hann í samkeppni á alþjóðlegum mörkuðum. Án fótfestu þar er tómt mál að tala öflugan sjávarútveg. Árið 2011 skrifaði hagfræðingur sem að þá starfaði í greiningardeild Arion banka skýrslu íslenskan sjávarútveg. Þar sagði fjárfestingar að eðli máls samkvæmt er öll óvissa til þess fallin að draga úr frekari fjárfestingu. Og enn fremur, öll óvissa hefur áhrif á ákvarðanir fyrirtækja og lánveitingar, fjármálastofnana til fyrirtækjana. Hagfræðingurinn sem að þetta skrifaði er Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Hún virðist ekki ætla að taka sjálfan sig mjög alvarlega því að nú hefur ráðherra í hennar ríkisstjórn boðað umfangsmiklar breytingar á starfsumhverfi sjávarútvegs og gangi þær breytingar eftir mun það hafa áhrif og það ekki jákvæð á vilja og getu sjávarútvegsfyrirtækja til þess að taka fjárfesta í nýsköpun og frumkvöðlastarfi. Sjávarútvegur á ekki að skorast undan sinni réttlátu byrði þegar kemur að því að tryggja blómlegt samfélag á Íslandi og það gerir hann ekki. En þó er rétt að nefna að stundum getur verið hyggilegra að reikna dæmi til enda áður en farið að skattleggja greinina út úr nauðsynlegum og knýjandi fjárfestingum. Óvissa hvaða umgjörð stjórnvöld ætla að búa greininni bætast við hérna miklu óvissu sem að nú ríkir á alþjóðlegum mörkuðum vegna ákvarðana stjórnvalda í Bandaríkjunum. Og ég læt vera að minnast á náttúrulega óvissu sem er viðvarandi öllum stundum
og nýlokin loðnuleit ber glöggt vitni. Hvernig væri að stjórnvöld spyrðu sig að því hvar viljum við sjá sjávarútveginn eftir 10 ár eða 20 ár eða jafnvel 30 ár? Ég er með öðrum orðum að lýsa eftir framtíðarsýn, ekki 4 ára sýn stjórnmálamanna sem koma og fara úr embættum. Ef fyrrverandi hagfræðingur Arion banka væri að reka fyrirtæki, þá væri það hennar fyrsta verk að setja fram stefnu og sýn til að hámarka árangurinn. Því ætti annað að eiga við sjávarútveg þar sem allir landsmenn eru hluthafar með einum eða öðrum hætti. Ég veit ekki svarið, en vona að stjórnvöldum beri gæfa til þess að horfa fram í tímann og sjá tækifærin og reyna svo eftir fremsta megni að láta þau ganga eftir. Það sama má segja fiskeldi hér á landi. Áður fyrr voru frumkvöðlar hvattir til þess að láta reyna á fiskeldi ef það mætti verða til þess að styrkja efnahagslega hagsæld á Íslandi, ekki síst á landsbyggðinni. Þegar fiskeldi fór að vaxa fiskur hrygg, kom í ljós að stjórnsýslan í kringum greinina er fjarri því að vera fullnægjandi. Leyfisveitingaferli taka mörg ár og meðan bíða fjárfestingar fyrir milljarða króna þess að geta byrjað að skapa verðmæti. Er þetta boðlegt? Nei, ég held ekki. Það gengur ekki að slá úr og í eftir því sem að pólitískir vindar blása hverju sinni. Þetta verður að einhvers konar endalausri skelfingu og engin svör fást við því hvernig við viljum koma þessum málum fyrir. Á sama hátt og ég biðla til stjórnvalda að reyna að glöggva sig á tækifærum í sjávarútvegi, bið ég þau að gera slíkt hið sama fyrir fiskeldi. Fyrirtækin og fólkið sem að starfar í þessum greinum á það skilið. Þetta er minn síðasti fundur sem formaður samtaka fyrirtæki í sjávarútvegi og mér langar að lokum að þakka öllu því góða fólki sem ég hef notið þess að starfa með á þessum vettvangi á undanförnum árum og óska öllum þeim sem láta sig bláa hagkerfið í einni eða annarri mynd velfarnaðar í störfum sínum landi og þjóð til heilla. Ég vil biðja atvinnuvegaráðherra Hönnu Katrínu Friðriksson að koma í pontu. Takk fyrir. Ágætu fundagestir. Ég vil byrja á því að þakka fyrir tækifærið, fá að ávarpa ykkur, félagsmenn samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi hér í dag og ég hlakka til þess að sitja þessa ráðstefnu eins lengi og ég get. Það er áhætt að segja, svo ég vindi mig bara beint í málið, að umræðan tengd þessari mikilvægu atvinnugrein hafi undanfarna vikur að verulegu leyti hverfst áform ríkisstjórnarinnar varðandi veiðigjöld. Það er vissulega mikilvægt mál sem er eðlilegt að fólk hafi skoðanir á, enda er atvinnugreinin ein af grunnstoðum útflutnings og verðmætasköpunar í landinu og mikilvæg byggðum landsins. Áform ríkisstjórnarinnar, hvað varðar leiðréttingu á tekjugrunni veiðigjalda, hafa verið kynnt og sett til almennrar umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda og úrvinnsla þeirra athugasemda sem bárust er þegar hafin og þar verður tekið tillit til málefnalegra sjónarmiða eins og kostur er. Ef rök og gögn benda til dæmis til þess að við þurfum að rýna frítekjumarkið sem er hækkað í þessum frumvarpsdrögum, ef við þurfum að rýna það betur til að koma betur til móts við litlar og meðalstórar útgerðir, þá munum við skoða það í samvinnu við viðkomandi aðila. Í vikunni komu líka fram fréttir af nýjum tollum á vörur til Bandaríkjanna. Það tapa allir á tollastríði. Við vitum það og það er dapurt að sjá bandarísk stjórnvöld taka þessa stefnu varðandi alþjóðaviðskipti. Og fyrir þjóð eins og okkur sem reiðum okkur á opna og frjálsa markaði,
þá eru þetta gríðarleg vonbrigði og getur haft alvarleg áhrif. Við sjáum þó að samkeppnisþjóðir okkar í sjávarútvegi, samkeppnisþjóðir okkar sjávarafurðir til Bandaríkjanna fá hærri tolla á sig, þannig að það er ljóst að þetta hefði getað farið á verri veg. Við megum ekki tapa okkur í bölmóði, heldur standa saman í því að finna tækifæri í þeirri stöðu sem komin og ég nefni það hér að það eru samtöl uppi við hagsmunaaðila í Bandaríkjunum sem munu setja þrýsting á stjórnvöld í Washington að endurskoða málin hvað varðar sjávarútveg almennt, grænmeti líka, svo því sé til haga haldið. En við verðum að sjá hvað kemur út úr þessu málu. Það er síðan einmitt þetta stærra samtal sem við tökum þátt í hér í dag bláa hagkerfið. Okkur er öllum ljóst hvernig sjávarútvegurinn hefur elst og þróast á síðustu árum. Á sama tíma og afkastageta fiskistofna hefur verið nýtt að mjög miklu leyti og þeir ekki vaxið með þeim hætti sem við höfum vonast til. Verðmætaaukningin hefur komið fram meðal annars í þeim tækifærum sem felast í bláa hagkerfinu, í rannsóknum, í samspili þekkinga og rannsókna. Og það er þetta sem gerist þegar greinin laðar að sér öflugt og skapandi fólk til starfa og til samstarfs. Hverjum öðrum framsæknum einstaklingum og framsæknum fyrirtækjum hefði þannig komið til hugar fyrir fáeinum árum að við ættum meðal annars eftir að nota fiskirót til lækninga og til gosdrykkjaframleiðslu. Þetta eru nærtæk og hversdagsleg dæmi sem allir landsmenn þekkja og núna verðmætur hluti af útflutningi sjávarafurða og gott dæmi samspil þekkingar, rannsóknar og sjálfbærar nýtingar náttúruauðlinda hafsins. Á dögunum átti ég þess kost að sækja sjávarútvegssýninguna í Boston og það var ekkert minna en stórkostlegt að finna kraftinn og áhugann sem sýnilega var til staðar hjá þeim íslensku aðilum sem tóku þátt og að finna kraftinn og ánægjuna hjá viðskiptaaðilum þessara sömu fyrirtækja í Bandaríkjunum. Og þetta leiddi hugann og reyndar fjölmörg samtöl þarna úti að markaðssetningu sjávarafurða og mikilvægi öflugs sölu og markaðsstarfs. Af hverju eru villtir nytjastofnar sjávar sem nýttir eru með ábyrgum og sjálfbærum hætti, ekki dýrari en raun ber vitni. Svo dæmi sé tekið. Hér eru tækifærin sannarlega enn frekar til staðar og það má velta því upp hvort það sé ekki sameiginlegt hagsmunamál opinbera aðila og ykkar í greininni að stíga enn stærri skref í markaðssetningu og kynningu á þessum málum. Að efla frekar áhuga erlendis á íslenskum sjávarafurðum og þeim gæðum og þeirri hollustu sem í þeim felast. Það er sameiginlegt verkefni og ég hef mikinn áhuga á því og ég veit að það er innan míns ráðuneytis að eiga það samtal við greinina og draga önnur ráðuneyti eftir kostum í það vinnu. Það er önnur atvinnugrein sem skapar vaxandi sess í íslenskri verðmætasköpun og það er lagareldið. Það er grein sem hefur vaxið gríðarlega mikið undanfarin ár með tilheyrandi verðmætasköpun. Það dylst fáum sem fara Vestfirði og Austfirði hversu jákvæð áhrif starfsemi sjókvíaeldis hefur haft á samfélagið þar. Og það er ekki heldur hægt að tala lagareldi án þess að minnast á landeldi og þau stórbrotnu áform sem birtast í Vestmannaeyjum, í Þorlákshöfn og á Reykjanesi. Og ef þau ganga eftir, þá verður þess ekki langt að bíða að laxeldi á landi fara að jafna það framleiðslumagn sem kemur frá því sem nú er hefðbundi laxeldi. En það felast ekki bara gríðarleg tækifæri í lagareldinu, það eru þar áskoranir sem við öll þekkjum. Ég hins vegar mjög bjartsýn fyrir hönd þessara atvinnugreinar á Íslandi og mikilvægur þáttur í því sambandi er sú vegferð stjórnvalda að auka rannsóknir og bæta skilvirkt eftirlit með starfseminni. Það er ekki gert með því að auka það eða flækja það, þvert á móti. Það þarf að auka skilvirknina. Í fjárlögum undanfarinna ára hefur verið farið stórauknum fjármunum til rannsókn og eftirlits á vegum Hafrannsóknastofnunar og Matvælastofnunar og margir sem til þekkja segja að þar hafi ekki verið vanþörf á. Í tíð fyrri ráðherra var lagt fram frumvarp til laga heildarendurskoðun laga starfsemi lagareldisins. Frumvarpið náði ekki fram að ganga eins og kunnugt er, en í millitíðinni hefur átt sér stað mikilvæg umræða efnistök þess sem nýtast vel í framhaldinu og á haustmánuðum mun ég leggja fram nýtt frumvarp lagareldi sem byggir þó að miklu leyti á þeirri vinnu sem þegar hafði farið fram.
Vinna við nýja frumvarpi hafið í atvinnuvegaráðuneytinu og við munum bjóða öllum hagaðilum til samstarfs og samtals. Enda það mjög mikilvægt fyrir alla hlutaðeigandi að það takist vel til að móta heildstæðan lagaramma þessa mikilvægu og vaxandi atvinnugrein með það fyrir augum að hafa fyrirsjáleikann sem mestan. Mér langar líka að nefna í ljósi þess mikla áhuga sem ég finn í ráðuneytinu að í skel- og þörungarækt eru líka mikil vaxtartækifæri með hliðsjón af aðstæðum hér á landi. Aðgangur á köldum sjó, jarðvarmi og græn orka skipta þar miklu máli. Og til að styðja við þetta tækifæri þá þurfum við líka skýrari lagaumgjörð sem byggir á reynslu nágrannalandanna. Mér langar líka að nefna hér að það var mjög ánægilegt að taka á móti nýju hafrannsóknarskipi með komu Þórunnar Þórðardóttur HF 300 til heimahafna sinnar í Hafnarfirði í síðasta mánuði. Það ekki ofsögum sagt að við Íslendingar eigum mikið undir öflugum hafrannsóknum, söfnun og úrvinnslu vísindalegra gagna sem leið að ráðgjöf nýtingu nytjastofna. En þetta vitið þið manna best ágætu fundargestir. Mér langar að lokum að nefna þau miklu vonbrigði þegar ljóst varð að í febrúar síðastliðin að engar loðnuveiðar, litlar sem engar, eru stundaðar við Ísland á yfirstandandi vetrartíð og það enn eitt árið. Mikilvægi loðnuveiða fyrir byggðarlög sem reiða sig á þær sem á þjóðarbúsins alls gríðarlegt. Ég hef þegar óskað eftir því að það verði farið í ítarlega skoðun á fyrirkomulagi alls rannsóknar, starfs og ráðgjöfar, fyrirkomulagi veiða og samskiptum við þær þjóðir sem við deilum loðnunum með. Slíkt samstarf þarf að eiga sér stað á milli stjórnvalda, hafrannsóknarstofnunar og atvinnugreinarinnar. Að lokum vil ég þakka SFS aftur fyrir boðið á þennan ársfund sem og óska ykkur öllum velgengni í fundarstörfum dagsins og ég hlakka til verkefnanna framundan og samstarfsins við atvinnugreinina. Takk fyrir. Takk fyrir ykkar ávörp, Ólafur og Hanna Katrín. Ég vil minna á að ráðherra verður með okkur í pallborði ásamt fleiri góðu fólki frá Alþingi á eftir. En nú komið að hvatningaverðlaunum SFS í ár. Alda öryggisstjórnunarkerfi fyrir fiskiskip. Þetta íslenskt hugvit sem hefur verið þróað með íslensku sjómönnum síðustu 3 ár. Og þetta heldur utan allt skipulag og framkvæmd öryggismála borð í fiskiskipum og í raun og veru færir öryggismálin nær sjómönnum í gegnum símtækið þeirra. Lykilatriði til að fá sjómenn til að nota ölduna var einmitt að færa það í snjalltækið þeirra. Færi þetta nær þeim þannig að þeir ættu svo auðvelt með að nota allt sem að snýr af öryggismálum. Hvernig gengur ykkur svona að halda þessa mánaðarlegu björgunaræfingar? Mjög vel. Mjög vel, já. Þið eru duglegir að halda þær. Af því þegar þið lendið í neyð út á sjó, þá enginn að fara að hjálpa ykkur fyrstu klukkutímana. Þið þurfum sjálfur að vera tilbúin í það að bregðast við neyðinni. Og þá skiptir svo miklu máli að þið séu búin að vera duglegir að æfa ykkur og viti hvernig hlutirnir eiga að virka og hvar þeir eru. Það gekk mjög vel að fá útgerðarnar í lið með okkur að þróa ölduna. Fyrstu útgerðirnar sem við fórum að starfa með var Vísir í Grindavík, Skinnið Þinganes og Höfn og svo Gjögur hérna í Reykjavík. Og í raun og veru þau tók okkur bara fagnandi hendi og svo þegar við vorum byrjaðir að þróa þetta með þeim þá fréttist þetta og áður en við vissum af þá voru 5 aðrar útgerðir komnar í þróunarsamstarf með okkur og við endum í 9 fyrsta árið áður en við gáum út appið. Það engin spurning í mínum huga að Ísland búin að skapa sér stórt nafn í öryggismálum sjómanna með tilkomu Slysavarnaskóla sjómanna. Það bara engin spurning, þetta alveg einstakt í heiminum og saman með árangur sem við höfum náð. Og það hefur svo sannarlega hjálpað okkur og mun hjálpa okkur í framtíðinni að fara í útrás með ölduna. Fá okkur alla til að taka upp símaningar. Og ég ætla að biðja ykkur alla ef þið ekki búin að ná í Öldu appið að fara inn í Google Play eða App Store. Ég ætla að biðja ykkur allir að logga ykkur inn og athuga hvort eitthvað eigi vandræði með að komast inn og láta mig það vita. Þú komin inn? Já, þarna kemur þetta.
Það sem Aldan að gera, og þetta eini staðurinn í heiminum, núna á Íslandi, þar sem hægt að sýna fram á gögn hvað sjómenn að gera til að koma í veg fyrir slys. Ég tel að framtíð öldunnar sé bara mjög björt. Eftirspurnin hérna á Íslandi bara langt umfram vonir okkar og sömuleiðis þegar komið mikil eftirspurn erlendis, bæði frá Grænlandi og fyrirspurnin frá Færeyjum og Spáni og enskumælandi löndum. Þannig að ég held að það sé bara mikil sóknarfæri til staðar fyrir ölduna. Þá komið að næsta ræðumanni, Tryggva Hjaltasyni. Hann hefur ekki eingöngu lokið 3 ára liðsforingjaþjálfun hjá Bandaríkjaher, því hann var í tæpan áratug starfsmaður CCP og hefur gegnt margvíslegum stöðum í atvinnulífinu og stuðningsumhverfi nýsköpunar. Svo var ég með langan lista af því hann hefur gert svo margt, en ég var beðin að stytta það. Og þið hefði eflaust haldið að hann verið komin að eftirlaun ef ég hef farið að tellja þetta allt upp. En hann bara 38 ára gamall, en stefnir á að verða 200 ára. Þannig að Guð hjálpi þeim sem fyrir að kynna hann og svið þá. En það ljóst að fáir þekkja betur til hvað þarf svo að áræðinni frumkvöðlar og sprotar nái eyrum fjárfesta. Tryggvi, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Mér langaði að byrja á að segja ykkur smá sögu. Árið 2007 þá útskrifast ég þá er ég nýútskrifaður á framhaldsskólanum í Vestmannaeyjum, búinn að alast upp í sjávarútvegsbyggð. Mér langaði að sigra heiminn, þannig að ég ákvað að flytja til Bandaríkjanna og fara þar í grunnnám í óvenjulegu námi sem var kallað Global Security and Intelligence Studies. Þetta í hápunkti á svokölluðu stríði gegn hryðjuverkum sem Bandaríkjamenn voru með í gangi þarna og þeir voru að setja mikla peningi að þjálfa upp fólk í svona gagna upplýsingagreiningu eða það sem kallað intelligence hjá þeim. Og þetta var mjög skemmtilegt nám í eyðimörkinni Arizona, 4 ára BS-gráða og eiginlega allir prófessorarnir mínir voru CIA meðlimir fyrirværandi. Og fyrsta daginn í náminu þá stendur upp sem að enda að vera aðalprófessorinn minn. Hann hafði verið yfirgreinandi í stríðinu þegar Sovétríkin réðst inn í Afganistan 1988 ef ég man rétt. Mjög áhugaverður kall og hann sagði, það alveg ljóst ef við förum yfir heimssöguna að þeir sem að tekst að hafa bestan aðgang á upplýsingum og gera upplýsingarnar nothæfar, hann notaði ensku orðið actionable, það eru þeir sem verða ofan á í öllu, hvort sem þetta stjórnmál eða viðskipti eða hernaður og það það sem við ætlum að kenna ykkur að gera hérna næstu 4 árin. Síðan var þetta margvísleg þjálfun í hegðunarfræði, hagfræði, tölfræði, gagnagreiningum og svo framvegis, hernaði og rauði þráðurinn í gegnum þetta allt var að ef þú vilt skilja stór flókin kerfi, þá þarftu að skilja hvatakerfið í kerfinu. Með öðrum orðum að ef starfsmenn í fyrirtækinu ekki að standa sig, þá mátti alveg kenna starfsmönnum en það eru góða líkur að þú myndir laga hvatakerfi starfsmanna og þú myndir fá öðruvísi afköst frá þeim. Og þetta á bara við öll kerfi. Og þú átt að leita af 20% sem hreyfa 80% eða lögmál Pareto sem það er kallað. Ég í þessu námi gríðarlega krefjandi og skemmtilegt nám og svo svona þegar það að líða seinni hlutann í náminu þá bara allt í einu byrja allir að faðma mig á campus og bara ég vottaði samúð með landið þitt. Og þá hafði Gordon Brown forsætisráðherra Bretlands lýst því yfir í fjölmiðlum að Ísland væri gjaldþrota. Og í fyrsta og eina skipta meðan ég var úti þá var Ísland á forsíðunum á öllum blöðunum. Iceland bankrupt. Og
og fólk bara knúsaði mig og mér leið bara eins og landið mitt hefði horfið og ég var einhvers staðar lengst í eyðimörkinni og upplifði mikið svona valdleysi og skilningsleysi og klára námið mitt, kem mér heim og þá kom ég heim í rosalega áhugaverða mynd á Íslandi af því að útflutningur frá Íslandi hafði hrunið, lífsgæðin voru að hrynja og í fyrsta sinn í langan tíma og ein af okkar stóru stoðum sem við höfum bundið vonir okkar við, fjármálageirinn, hafði veikst allsvakalega og við vissum ekkert alveg hvernig byggjum við lífsskilyrði næstu ára. Það var ekki komin ferðaþjónustan í augsýn þarna, það var ekki komin hugverkageiri og þetta var í rauninni sjávarútvegurinn sem stóð stabíll og stóriðan og svo vorum við bara ekki viss. Þannig að ég dett þarna inn í mjög áhugaverða umræðu og það var rosa gaman að fara og tala við fólk á Íslandi á þessum tíma og margir að horfa og leita hvað næsta, hvað þurfa að vera góð í, hvað hentar Ísland, hvað eru styrkleikarnir okkar, hvað svona innbyggð samkeppnisforskot. Ég fer í framhaldsnám í hagfræði og fjármálum og ákveða að skoða þetta og kemst að því sem að mér þótti þá og alla tíð síðan vera algjörlega augljóst að Ísland hefði gríðarlega innbyggð samkeppnisforskot í að byggja upp hugverkageira á Íslandi, eða svona nýsköpunargeira. Og við förum að skoða það, ég og margir fleiri og ég ekkert einn í þessu, það voru bara rosalega margir hópar út allt land að skoða hvað þyrfti í þetta. Og þá kemur í ljós svolítið áhugaverð mynd og ég ætla að sýna ykkur það sem ég kalla hvatakerfi nýsköpunar. Af því að ef þú vilt byggja upp nýsköpunarfyrirtæki og ef þú vilt byggja upp svona hugverkadrifinn útflutning, þá þurfa ákveðnir þættir að vera til staðar. Og það eru helst þessi þættir, að ef að hugmynd fær stuðning í sínu umhverfi, hvort sem það innan fyrirtækis hjá ríkisstjórn í bæjarfélagi eða hvað, og umhverfið heldur inn á lífi fram að prótótípu eða það sem maður kalla minimum viable product. Það síðan aðgengi að fjármagni og í kjölfarið af því þegar kemur að skölun aðgengi að vaxtarfjármagni, aðgengi að mörkuðum og aðgengileg sérfræðiþekking. Ef að þessi þættir allir til staðar, þá margfaldar líkurnar á því að nýsköpunarfyrirtæki geti blómstrað, hugverkadrifinn útflutningur verið staðreind. Og við fyrir svona að sjá hluti eins og við verðum að sjá svolítið á Íslandi síðan 2018-19. En vandinn var bara að fljótlega eftir hrun, þá var staðan á Íslandi ekkert frábær þegar maður að skoða hvatakerfið. Aðgengi að fjármagni var skert og það var yfirleitt þannig að voru settur upp einhvers konar framtakssjóðir með kannski 2-5 milljörðum sem að kláruðust síðan á 2-3 árum og svo leið yfirleitt 3-4 ár það sem var mjög lítill aðgangur að svona vísisfé eða áhættufé. Aðgengi að vaxtarfjármagni var nær ekkert. Aðgengileg sérfræðiþekking var Ísland þannig að við höfum mjög breiða hæfileika laug en hún mjög grunn. Þannig að ef þið vantar hæfileika á einhverju svið þá finnur það bara eiginlega allt á Íslandi. En ef þið vantar 20 þannig einstaklinga fyrir eitthvað verkefni þá það orðið erfitt á Íslandi. Og aðgengi að mörkuðum fyrir utan eiginlega bara sjávarútveginn var skert. Enda var niðurstaðan sú að Ísland bjó til fullt af áhugaverðum og efnilegum sprotum. En þegar sprotarnir komu á vaxtarstigið, þá bara annaðhvort dóu þeir og þotnuðu upp í því að þeir höfðu ekki aðgang að sérfræðiþekkingunni eða fjármagninu eða stuðningunum sem þeir þurftu, eða þeir örfáu sem voru að blómstra, þeir fluttu úr landi að mestu leyti. Og þetta var staðan á Íslandi á þessum árum. Og ég fór að skoða glærurnar mínar af því að við vorum í svo mikið að samtölum á þessum árum og ég fann glæruprakka frá 2016 sem við tókum með upp í nýsköpunarráðuneyti sem þessi glæra var það sem voru svona að reyna að kortleggja þetta og þetta svona skemmtileg einföldun á virðiskúrfu fyrirtækja. Hvar mesti ábatinn þegar þú ert að þróa og flytja út vöru? Og hann langmestur í 2 skrefum, það í rannsóknar- og þróunarskrefinu og í sölu- og markaðssetningarskrefinu. Og okkar pæling á þessu tíma Ísland hefur innbyggða styrkleika, einbeitum okkur að því að vera ótrúlega góð í rannsóknar- og þróunarskrefinu. Finnum síðan leiðir til að skala upp með samstarfsaðilum seinni skrefin sem svona access to market skref. Prófum þetta. Þetta ásamt mjög mörgu öðru gert á næstu árum og í síðustu 2 ríkisstjórnum að það var lögð fram 11 lagabreytingar og frumvörp sem að bara gjörbylta stuðningsumhverfi nýsköpunar. Og það leiði til þess að í dag, og þetta bara mitt mat, það má svo sem alveg vera ósammála, myndi ég segja að það mikil óvissa aðgengi að vaxtarfjármagni, en hin skrefin eru bara öll á nokkuð góðum stað og hafa batnað rosalega. Og
Og ef þetta væri bara hugverkafundur, þá myndi ég bara eyða restin í að fara í það. En við ætlum að stoppa það hérna og hoppa aðeins lengra áfram. Vegna þess, 2018 flyt ég síðan aftur í heimabæði með Vestmannaeyjar, sem sjávarútvegsbær. Og ég fer að pæla í hvað með sjávarútveginn? Af hverju ekki að koma fleiri svona hátækni nýsköpunar fyrirtæki sem bara vaxa og dafna hratt upp á sjávarútvegi? Ég fer að skoða hvatakerfi nýsköpunar og kemst að því að eiginlega öll skrefin eiginlega bara náttúrulega til staðar nú þegar í sjávarútvegi. Sjávarútvegur hefur mikla og djúpa þekkingu á allri virðiskeðjunni, þið hafið aðgang að mörkuðum, þið eru svona eftir atvikum yfirleitt frekar fjársterk í að geta farið í fjárfestingar, þið hafið þar af leiðandi aðgengi að fjármagni betur en margir aðrir, það er mikil sérfræðiþekking og þegar það eru góðar hugmyndir og góð teymi þá yfirleitt færi það góðan stuðning og einu eða fleiri útgerðir taka utan að. Ég bara, vá, þetta merkilegt. Og ég fer að heyra í framkvæmdastjórum sjávarútvegsfyrirtækja og þeim sem vinna í geiranum. Allir samt sammála um að það er allt og lítið gert í nýsköpun. Og við erum að hreyfa okkur hægt. Og ég verður að segja, það er eitthvað sem ég ekki að skilja hérna. Prófum að nota verkfærin hérna frá CIA og greina þess hvatakerfi sjávarútvegsins. En bara svo ég átti ykkur á hvað er undir. Síðan að þessar breytingar eru gerðar á umhverfi nýsköpunar og hugverka á Íslandi, þá hafa útflutningstekjur hugverka á Íslandi vaxið næstum í 200 milljarða síðan 2016. Þetta var rétt yfir 50 milljarða eftir hrun og núna er þetta alveg að vera jafn stórt á sjávarútveginn, eitthvað sem enginn veðjaði á hérna fyrir 10 árum. Þetta er mjög áhugavert, hvað er hægt að breyta hratt. En skoðum þá hvatakerfi sjávarútvegsins. Næsta glæra verður eflaust umdeild en ég fór og ég settist niður með alveg fullt af stjórnendum í sjávarútveginu núna síðustu 2-3 árin og ég spurði bara, hvað er það sem þú þarft að vera að eyða tímanum í þegar þú ert að reka sjávarútvegsfyrirtæki? Hvað fer mesta orkan í og hvað þarft að tryggja sig í lagi? Með öðrum orðum mig langar að skilja hvatakerfið þeirra. Þetta er myndin. Það er að tryggja það að þú fáir að veiða og getur fundið fisk. Það er að elta verðlagningu markaða, gríðarlega stór breyta. Það er að geta lækka kostnaðinn. Það er að berjast við ríkisstjórnina, sem er líklega aðeins stærri mynd núna kannski, og að reyna að ná lágmarkshagnaði. Þetta er svona það sem að flestir sem ég tala við, þetta var rauði þráðurinn, svona 80% orkunni fer öll í jöfnu í eitthvað af þessum skrifum samtals. Og þetta er áhugavert að því að þú skoða þetta hvatakerfi, þá skilur maður kannski aðeins betur hvers vegna stundum hyggst þar í nýsköpunni. Vegna þess að við köfum aðeins ofan í þetta, hverju stjórnum við í þessu hvatakerfi? Við stjórnum einhverju leyti aðgengin á hráefnu, við getum leitað og við getum mælt, en eins og loðnan og fleira sýnir, við bara erum ekkert alltaf viss aðganginn. Við stjórnum ekki verð aðfanga, við stjórnum ekki markaðsverð í heiminum, við stjórnum ekki duttlungum stjórnvalda og við stjórnum ekki gjöld og álagningu. Það þýðir og mjög eðlileg niðurstaða út úr svona hvatakerfi er íhaldssemi og að spila varnarbolta. Ég er ekki að segja að sjávarútvegurinn sem í heild sinni gera það, alls ekki. Ég er að segja að það væri eðlilegt ef maður myndi ekki gera neitt annað í svona hvatakerfi. Þannig að mér langar að velta fyrir mér með ykkur, en þess að ég fundi svo vel þegar ég er að ræða við sjávarútveginn að það er svo mikill áhugi á nýsköpunni og það eru komið svo flottar sögur og dæmi sem ég ætla aðeins að fara inn yfir. Þannig að hvað ef við myndum endurstilla sjávarútveginn aðeins inn í sóknardrifið hvatakerfi? Hvað þyrftum við að gera? Hvað þyrftum við að huga að? Ef að skoða aðeins. Ég vil meina, ef að þetta verður fókusinn og við náum að búa til hvata, að það er hægt að segja 80% tíma stjórnenda fer í að geta masterað þessi 5 skref. Veiða, rannsaka, skapa, vernda og græða. Þá erum við alltaf stað. Greining, nýting allra afurða, nýjar virðiskeðjur, markaðssetning, kortlagning hafsins á skala, raunstaða og fara betur með náttúruna. Þetta mun leiða til þess að geirin verður miklu minna háður því sem þeim stjórna ekki. Og sjávarútvegurinn er byrjaður að fikta sig áttina þessu með góðum árangri og byrjum aðeins að skoða það, vegna þess að það er alveg magnaðir hlutir að gerast og ég var mjög uppnumið þegar ég fór að kafa meira á þetta. Til dæmis er meira en helmingur nýrra einkaleyfa á Íslandi tengd sjávarútvegi. Og það er mjög magnað, vegna þess að sjávarútvegurinn er langt frá að vera helmingurinn af öllum atvinnuvegi á Íslandi. Þannig að það er verið að rannsaka, það er verið að sækja einkaleyfi, frábært. Þetta er rannsökum breytan. Er hvatinn hins vegar þess eðlis að allir eru duglegir að reyna að pæla að sækja einkaleyfi og rannsaka? Nei, en það er verið að gera einhver leyti.
Síðan bara rosalegur sparnaður í gangi og verið að pæla mikið í minni ágangi á náttúruna, vernda stofnana, vernda hafið. Sem dæmi ný íslensk hönnun á skrúfum búin að stuðla því að það hægt að spara alltaf 30–50% í olíukostnaði á hverju skipi og síðan 2005 þá hefur kolefnisspor sjávarútvegsins minnkað 30% sem rosalega gott og að fram að árinu 2030 munu útgerðir eyða að minnstakosti milljarði minna bara í olíukostnað ef ekkert meira gert frá deginum í dag, þrátt fyrir hækkandi olíuverð. Þetta eru flottar tölur og hér mikil eftirbreytni og það eru allt og fáir sem vita þessu. Ég búin að vera hérna bara, vá, vissu þetta, ég búin að segja öllum í kringum mig og það næst í enginn í kringum mig sem ekki sjávarútveg sem vissi á þessu. Þannig að við munum alveg markaðsetta þetta betur, þetta frábært. Og svo og ég get að tekið 30 dæmi, ég ætla bara að taka 3, þetta finnst mér langmerkilegasta dæmið. Ef að fiskiskip fer og veiðir þorsk, flak og selur það, slægt, þá að fá svona einhvers staðar á bilinu 500 til 3.000 krónur á flakið. Og meira þess 3.000 krónur líklega rausnalegt, þannig að flestir segja að þú fær nú mjög sjaldan 3.000 krónur, en svona kannski með ekstra stóran og feitan þorsk. Hins vegar það nú þegar þannig í dag að ef að þorskflakið sett í ákveðna framhaldsverkun að þá getur verðið verið 50.000 til 1,4 milljónir per flakið. Og nú ætla ég að taka ýktasta dæmið og besta og flottasta dæmið sem til í íslenskum sjávarútvegi og ég fékk herramannin hérna í fremstu röðan, Mike Cadigan, formálastjóra Kerecis, til að hjálpa mér að reikna þetta út. Hvað fæst mikið fyrir 1 kíló af þorskroði þegar það búið að fullvinna það eftir verkfællin Kerecis og selja það til enda neytanda? 1 kíló af roði. Ég geti haldið það léttilega hérna í hendina á mér. Ég held að þetta sé í fyrsta sinn sem þessi tala kemur fram, allan að Mike þurfti aðeins að elta hann uppi. Það eru 18 milljón krónur. 18 milljón krónur fyrir 1 kíló af roði sem kemur upp úr hafinu. Þetta sýnir, þetta náttúrulega flottasta og fullkomnasta dæmið sem við finnum í dag og það ekkert með að ljóna að fara að endurtaka árangur Kerecis bara á morgun. En þetta sýnir hvað seinni hluti virðiskeðjunnar á hráefni sjávarútvegs getur margfaldast ótrúlega oft ef það ráðist í ákveðna fjárfestingar og hvatakerfi rétt. Upside-ið, ef við fáum að sletta, ótrúlega mikið. Þannig að hvað þá framundan? Pælum aðeins í, hvað eru tækifæri núna? Menn að við hvort sem okkur líka það ekki, í miðjunni á risatæknibyltingu. Gervigreind og róbótavæðing, sérstaklega en líka orkubylting, bara tækni sem nú þegar komin, ekki sem á leiðinni. Hún að opna alveg ótrúlega virðisaukningar tækifæri sem sjávarútvegurinn í príma stöðu að geta stigið inn í. Skoðum nokkur hérna. Ómönnuð för til að kortleggja hafið. Ég stjórnarformaður þekkingssetursins í Vestmannaeyjum og við gerum tilraun í fyrrasumar með bresku haffræðistofnuninni. Það sigldi ómannaður kafbátur frá Vestmannaeyjum til Bretlands á einni hleðslu. Þetta var ekki hægt bara fyrir 5 árum. Kafbátar, drónar og baujur í dag geta kortlagt miklu stærri svæði en áður fyrir miklu minni kostnað og þeir geta meira að vera mestu sjálfstýrðir og fylgst með þeim í gegnum gervigreind. Merkilegasta þróun mannsins í dag því miður í hernaði í Úkraínustríðinu hvernig þeir nota dróna til þess að kortleggja allan bardagavöllinn og bregðast við þar og því að drónarnir eru svo ótrúlega skilvirkir. Það kostar $40 milljón að verjast einni eldflugárás með Patriot-kerfi Bandaríkjamanna ef þið notið gömlu tæknina. Það kostar $40.000 ef þið notið dróna. Drónar og kafbátar og baujur. Það eru komna baujur í dag, þetta ekki einhver framtíðartækni, það eru komna baujur í dag sem geta numið DNA í sjónum. Sem geta fylgst með, hér fyrir svona löngu tíma hefur verið svona og þessi tegund. Í dag kostar cirka 40 milljón krónur að senda út einn loðnuleitatúr. Þetta dýrt og óskilvirkt kerfi miðað við það sem hægt að gera í dag. Gervigreindadrifin leit og flokkun og gæðamat og ég ætla bara ef þið ekki nú þegar búin að setja ykkur inn í þetta, ég skal lofa ykkur því að þið fara að skoða þetta núna í dag og bera þetta saman við meðalvinnslukerfi hjá nútímaútgerð, þetta myndi bara líta út eins og galdrar.
bara ef einhverjinn inn á Tesla, bara græjurnar í Teslun ykkar, myndavélarnar, hvernig þau geta greint umhverfið, gervigreindarstudd og numið hvað þar. Ímyndið ykkur þegar þessi tækni sett til dæmis í flokkara og þeir eru bara ég vil ekki fisk sem með svona líti eða svona stór eða svona lítill og ég vil bara fá fyrsta flokks hráefni byggt á þessum stöðlum og ég vil að þú greinar það með myndavélum og ég vil bara pumpa því út eins hratt og hægt Þetta bara staðan í dag. Þetta ekki hérna eftir 20 ár kannski, þetta bara í dag. Það sama með gögn. Við getum farið að kortleggja hafið og það ótrúlegt magn af gögnum til nú þegar hjá öllum útgerðunum. Við erum búin að skoða þetta. Við erum í samstarfsverkefni núna með félagi uppsjávarinaðarins, þar sem við erum nýsköpunarstjóra uppsjávarinaðarins, hérna þekkingasetri í Vestmannaeyjum. Hann búinn að ræða af útgerðirnar og magnið af gögnum sem til ótrúlegt. Ef við getum sett gervigreindarhaus ofan á það með ákveðnum markmiðum, bara virði sem til svona, það væri bara stjarnfræðilegt. Og þetta líka útflutningsvara, hugsið aðeins það. Og gæðamatið aftur, það bara nýr flokkur sem hægt að fara inn í. Og þetta aftur, þetta ekki eitthvað, já, eftir 10 ár skoðum við þetta er bara tækni sem komin. Síðasta dæmi sem ég ætla að taka hérna, gögn, gæði og markaðssetning. Íslensku sjávarútvegur býr við það að við veiðum úr best verndaða vistkerfi veraldarinnar, úr hreinasta hafinu og við erum með hágæða vöru sem unnin alveg ótrúlega vel áfram í hreinni og betri verksmiðjum en finnst í flestum stöðum í landinu. Ég myndi segja bara sjálfsagt mál fyrir alla sem myndi þekkja á einhverjum mörkum að þorskur á Íslandi hann á bara að kosta 3 sinnum meira en þorskur frá öllum öðrum löndum. Þá bara sjálfsagt. Premian sem í dag sett á hreina, villta ferskvöru, hún nú þegar komin inn í verðlagningu í flestum matvöruflokkum. Tæknin á geti hjálpa okkur með þetta. Ég ætla bara að taka dæmi, ég fór að spurði að því ég búin að fá að tala við svo marga, ég fekk svo mörg áhugaverð dæmi. Þetta fannst mér áhugaverð dæmi, kannski finnst ykkur ekki, sjálfsagt fyrir ykkur, en prósentubreyting á lýsi, ef að lýsi komið að minnst ákosti 18% fitusýrur, þá hver prósentubreyting sem hægt að bæta við, þá bætir hún svona $150 til $200 við tonnið. Tonni kostar í dag 2.500, fekk hérna Sindra Viðarslega fletti sér fyrir mig í gær. Það kostar $2.500 í dag. Hver prósentubreyting á fitusýruhlutfallinu getur hækkað næst í $200. Ok, það ekki bara eitthvað sem við höfum enga stjórn á? Við höfum fullt af stjórn yfir þessu, bæði með þetta og með fiskimjölið. Fiskimjölsframleiðsla á Íslandi að mestu leyti óbreytt síðustu 70 árin. En fiskimjöl voru rísa partur af útflutningstekjum sjávarútvegsins. Og gegnum gögn, gæði og markaðssetningu, og þetta ekki ég að tala, ég bara að spegla það sem ég að læra frá ykkur, bara rísa uppsett inni. Síðasta, nýjar tegundir. Vissu þið að þessi að tala, sem ég þurfti að googla hvað þýðir, 10 gigatonn. 10 gigatonn eru 10 milljarðar tonna. Þetta magnið sem talið að sé í hafin í dag af miðsjávarfiski. Og það allt fullt af miðsjávarfiski í kringum Ísland og við veiðum nánast ekkert á hann. Það þarf að veiða hann augljóslega öðruvísi og hann ferðast upp og niður en ekki til hliðar og það ákveðin tækni sem þarf líklega til að nálgast hann og ég veit ekkert hvernig það gert, en þetta augljóslega gríðarlegt tækifæri hjá tæknivætasta fiskiðnaði í heimi, það ekki? Það sama má segja átu, rauðáta sem dæmi. Við erum í Vestmannaeyjum búin að vera að gera mjög áhugaverðar rannsóknir á rauðátu og upplýsingarnar sem við erum að fá, það bara allt stútfullt af þessu í kringum Ísland. Gríðarlega verðmætt efni og það olíunni út úr rauðátunni, þá ertu að fá $1,000 í staðan fyrir nokkra $20 með við óunna vöru. Það ótrúlega margt sem við erum í rauninni ennþá bara rétt að snerta á. Þannig að, mig langar að hvetja ykkur til og bara miðla til ykkar leksjum úr hugverkageiranum af því ég tel að þið eru miklu betur stödd að fara í þessa sókn heldur en hugverkageirin var fyrir 10 árum. Það stilla ykkur upp í sóknar hvatakerfi. Það snýst mann á skalanlegri nýsköpun sem gerbreytir undirstöðunum og nær með áreiðanlegum hætti að gera seinni enda verðmætakeðjunar eins og að vinna meira úr roði mun mikilvægari. Færa breyturnar yfir þeirri verðmætaaukningu til ykkar, svo að þið séuð ekki eins háð sveiflum hjá stjórnvöldum, náttúrunni eða mörkuðum. Veiðigjald á hrávöru eins og hún kemur óunnin upp úr sjónum
skiptir miklu minna máli ef að þú ert með heildarkeðju þar sem þú getur farið með hrávörun upp í 18 milljónir per kílóið í lokin á keðjunni. Hér ég samt ekki að gera lítið úr áskorunni, svo sannarlega ekki, ég bara að tala að tækifærin til lengri tíma getur verið gríðarlega mikilvæg. Þannig að pælum í þessu saman, þetta síðasta glæran, veiðum, kortlagning eykur aðgengi, skip og búnað nýtast betur, sömu skipin geta verið að veiða sömu tegundunar mismunandi tími gegnum árin, fleiri ögn í körfunni, minna háð sveiflum í náttúrunni. Rannsökum, skilvirkari veiði, betri nýting, ný tækifæri, virðiskeðjan stækkuð. Sköpum, lækningavörur, fæðubótarefni, róbótar, nýja markaðar, hærra verð fyrir betri upplýsingar, minna háð markaðsverðar hrávöru. Verndum, betri orkunýting, hreinna haf, hreinni afurð, jafnvægi vistkerfisins, samfélag með og minni berskjöldum fyrir refsilöggjöf. Ég spái því með að við alla þróun í heiminum að það er mikið refsilöggjöf framundan hjá þeim sem uppfylla ekki ítrykustu umhverfiskröfur og hann og þegar byrjað. Hér á maður að fara undan kurfunni. Og græðum, fleiri tekjustofnar, virðisaukning, margföldun aftar í keðjunni og vera minni háð hlutum eins og veiðigjöld. Ég ætla að koma eftir 5 ár, ég elska ángra fólk eins og ég örugglega búin að taka alveg svona 30 manns í þessu sal síðustu 2 vikunar. Ég ætla að koma ángra ykkur eftir 5 ár og ef þið ekki búin að þessu, ætla ég bara, akkur gerir þetta ekki? Sjá allt sem mistir af hérna. Þeir sem gerir þetta, þeir munu vera, ég gef má hérna, gef þeim spaða fyrir mig. Takk fyrir mig. Já, Greenfish, það kemur upp úr BS-ritgerðinni minni í HR. Þá er ég sem sagt að skrifa ritgerð sem ber titilinn Nýsköpun með gervigreind í íslensku sjávarútvegi og ég ætla bara sem hinn típíski nemandi að klára þessa ritgerð og útskrifast. En svona þegar ég er að taka þessi viðtöl við helstu stjórnendur í sjávarútvegi þá svona er ákveðið þema í gegnum viðtölin að það er eins og ákveðin partur af greininu hefur orðið eftir í tækniþróun. Það er að segja þau tól sem að þeir hafa aðgengi að til þess að ákvarða hvers skal senda skip til veiða. Við erum auðvitað með þessi hefðbundnu fiskleitatæki sem krefast þess að þú sért komin í nánd mögulegan afla, en þau duga ansi skammt á stóra hafsvæði. Þannig að við fórum að hugsa hvort það væri ekki hægt að nýta þessi gögn til þess að taka betri ákvarðanir. Og við sem sagt förum þá að þróa módel sem nýti sér þessi 10 ára gögnum og setjum inn í gervigreindarmódel í orðtölu, tengið það við gervinetti og úr því kemur veiðispá. Þannig að við getum 8 dögum áður en að notendur fara út á haf séð hvar fiskurinn er, í hvaða magni, áætlaðir gæðastuðlar og hver aflasamsetningin yrði á aflanum. Þetta náttúrulega sparar gríðarlega olíunotkun og tala nú ekki kolefnisspórnun líka, en einnig er líka þetta að targeta betra hráefni. Gervigreindarlíkan okkar lærir á hverja tegundur í sig, hvaða þættir hafa áhrif mest á tegundina. Tökum dæmis makrelin sem dæmi, þá erum við að sjá það að 85% af því sem hefur áhrif á hann er hiti. Þannig að ef við byggjum það 8 dögum fram í tíman, þá mun hann aldrei fara út fyrir í rauninni þennan ramma að vissu marki. Viðtökurnar hafa verið bara geggjaðar. Sjávarútvegurinn sem við erum með á Íslandi hentar gríðarlega vel til nýsköpunar. Við getum leitað til þessara félaga eins og við unnum mikið með Ísfélaginu í byrjun. Fengum aðgengi á gögnunum þeirra og þeir prófuðu fyrstu Greenfish spána. En við þurfum svona kerfi til þess að auka þekkingu og geta tekið betri ákvarðanir. Það er númer 1, 2 og 3. Við erum alltaf að safna gögnum til þess að skoða fortíðina. Hér eru við að taka þetta inn í gervigreindarlíkanu í orðtölu til þess að spá inn í framtíðina. En eins og í bolfisknum þá vitum við sirka hvar fiskurinn er. Auðvitað hjálpar kerfið til þess. En við viljum veiða betri fisk með því að taka gögn úr vinnslunni og tengja við umhverfisaðstæður. Hvaða umhverfisaðstæður mynda þetta hráefni? Af hverju er það þannig að það sé betra hráefni frá sömu skipum sama dag? Af hverju er svo mikil prósentumunur? Jú, það er í hvernig umhverfisaðstæðum hráefni hefur verið. Þannig við lærum á það í hvað umhverfisaðstæðum hefur verið, hvar eru þessar umhverfisaðstæður í dag? Eitt besta dæmi sem við höfum séð er þegar við erum að fara aftur í tímann og við erum að skoða hvernig kerfið staðið sig í raunnotkun þetta árið.
Við vorum að skoða hérna í júlí 2023. Þá fer ísfélagið eina leið á suðausturströndina 640 km. Og Grímskerfið að segja, jú, það makríll þarna og þeir veiða makríll þar. En rétt fyrir vestan eyjar, 50 km eina leiðina, kerfið að segja 88% líkur að sé makríll þar. Það 50 km. Bara með notkun á Grímskerfinu þarna, þeir geta sparað 1200 km í einni veiðiferð með samsvarandi sparnaði í olíukostnaði og öðru. Loðnumódelið okkar hefur staðið sig mjög vel og eins í leiðangurinn sem var í janúar, þá 8 dögum áður en að það var fundið mest magn fyrir Suðaustanland. Þá var kerfið löngu búið að sýna það að mesti massinn yrði þarna. Það er bara rautt, það 95% líkur að herra að sé loðna þarna í þessu magni. Mestu líkurnar eru þarna. Og svo þegar við fórum að bera þetta saman við leiðangurinn, þá þetta algjörlega spot on hvernig módelið var að standa sig. Við þurfum að hafa aðgengi að svona kerfi sem að vinna úr svona mikið af gögnum í rauntíma til þess að sýna hvernig framtíðin lítur út. Til þess að við getum tekið aftur bættar ákvarðanir. Og ekki bara það, við erum að auka þekkingu líka gríðarlega. Við erum að fara í gegnum milljónir veiða fyrir hverja einustu tegund. Og hverjum einasta veiðapunkti greinum við hita sjávar, átu, strauma, allt sem áhrif. Og kerfið lærir á það. Þannig í komandi framtíð telur við þetta sé staðalbúnaður. Takk fyrir áhugavert erindi, Tryggvi. Myndbandið sem við sáum á lokinni ræðu, Tryggva, var fyrirtæki Greenfish, sem eitt af fjölmörgum sprotafyrirtækjum sem vaxið hafa í bláa hagkerfinu og vonandi munu verða mun fleiri á komandi árum. Árangur íslenskra tæknifyrirtækja hefur ekki farið fram hjá erlendum fjárfestum. Ekki langt síðan að móðurfélag Benchmark í Vogum var keypt af danska fjárfestingarrisunum Novo Holdings. Svo ekki sem minnst að kaup Coloplast á Kerecis. Þó Vestfirðirnir séu sannarlega einstakir með fjöllin há og fjögur fljóð og einstaklega myndarlega menn en þarna þeim í einmann, að hvað það sem endalega lokkaði Coloplast þangað með hvorki meira né minna en 200 milljarða í vasanum. Næsti fyrirlesari getur frætt okkur meira það, en hann kemur á utan. Mike Katikan heitir hann og fjármálastjóri Kerecis. Mike, the floor is yours. Good afternoon. Apologies for the English, breaking up the Icelandic during the meeting. My name is Mike Cadigan, Chief Financial Officer for Kerecis. Thank you for inviting me to speak to a few words about the Kerecis Icelandic investment story. It's been an amazing 7 years. I currently live in Seattle. My wife, though, has tasked me with pursuing permanent citizenship over here based on the way things are going in the U.S. So, maybe I'll be an Icelander before too long. I've enjoyed my time here, and so I wanted to kick off with talking about the company a little bit for those less familiar with the technology, and a little bit about where the company's at, and a little history overview of the investment journey. This isn't obviously a real unicorn. This is our AI from our great marketing team wandering around the streets of Ísafjörður, kind of representing the journey from a startup to a company worth US $1 billion or more. Internally, we call it a unicod, just to play upon kind of our, we are fish sales people after all. And so with that, I'll kick it off to tell you a little bit about the company. So Kerecis is a fish skin-based medical device designer, manufacturer, and sales of the patented grafts. Icelandic identity is rooted in is our heritage. Our mission is to provide our life-saving technology to
many patients who could benefit from it globally as possible. But we go about that work from a very sustainable perspective, utilizing the fish skin byproduct as our core material, applying the Kerecis technology, and resulting in these valuable medical device products. Apologies for the pictures. Tried to make it as generic as we could. Fertram, our founder and CEO, who I will come back to him in a minute here, used to work for Usher in the prosthetics industry earlier in his career, and he tells the story of when he first started working for them, of learning about why amputations happen. And he was shocked to discover that it's not about, most amputations are the result of wounds that are unable to heal because of diabetic conditions or other conditions with the patient, and not about accidents or traumas. Or most amputations happen as a result of wounds that are hard to heal. He also found out that, discovered that patients have an 80% mortality rate within 3 years. So in other words, once you have an amputation, your survival rates are similar to advanced lung cancer. So he felt the need to try and move on the other side of that and get into the prevention side of it, and utilize his experience in working in the fisheries, handling the skin as he was growing up in Iceland, and remembering kind of the structure and the properties of it, and seeing if somehow we couldn't use that as a graft material, and thus the Kerecis story was born. Of course, it's linked to the blue economy, which is part of the discussion today, and it is the main material is the direct byproduct of cod that would otherwise be thrown away, and the technology, Kerecis technology, allows that to be converted into significant value, which Trygve mentioned. I wasn't following all of Trygve's presentation, but I did catch the 18 million kronas. So we believe the economic value that's being created with this conversion is significant, and will continue to be significant as the company grows. We've got some side-by-side pictures of the fish skin kind of structure and how that compares to human skin, just to give us a brief overview of why this works, why the technology is so effective. So as you can see, there's a lot of similarities between the fish skin structure, and it turns out the chemical complexity of fish skin relative to human skin. So the technology allows for the processing of the fish skin, and while preserving as much of the structure and complexity as possible. And that's derived from the fact that cold water fish as its source, it does not transmit viral diseases to humans in the same way that pigs or cows or tissue from other humans, which are often the source materials for our competitors. So this technology from the blue economy provides the basis for the value in that conversion. All right, so here's the product. It's so we do go through a process, and much of the core technologies around the removal of the fish DNA and the decellularization, descaling, and freeze drying of the product. It ends up in sheet form. But as you can see, it retains its, the natural structure of the fish skin is still in place. And physicians use it. They prepare the wound beds, hydrate the product, and even then you can still see the natural kind of complexity of the product as it's being ready to be applied. So this core technology has been utilized to develop a whole portfolio of products over the years, and we call this our wheel of innovation. So, and it's focused on brands that have been developed specific to care settings. So on the top, hospital, outpatient, and private office,
The Merigen and Shield product lines serve those outpatient customers. So typically those patients with hard-to-heal wounds go visit a clinic, have the grafts applied, and then able to go home that day. The more acute or traumatic wounds are served typically inpatient in the hospitals, and so either in a surgical setting or in a burn center for those kinds of wounds. And as you can see, the product through these icons have taken different formats. So it's not just a solid sheet anymore, it's meshed, it's micronized, shredded, it's delivered in unique and innovative ways based on the needs of the market. So today, Kerecis has over 600 employees. About half of those are U.S. Sales force. We continue to do clinical studies, which we'll talk about in a minute, and the importance of that in future reimbursement for the product. We are excellent as a company at having new U.S. doctors adopt our technology, so we're able to find and work with the most innovative doctors in the U.S. market, and we have over 1,500 customers already. And the big part of the Kerecis story is the innovation engine. So we have over 20 products in the pipeline. We're launching 10 new products just in this fiscal year, so that's a constant state of innovation, and much of that is attributable to the Icelandic heritage. Our goal every year is to have 20% of our revenue come from new products, so that's, as we're getting bigger, that's a big bar to reach, but so far we're on track to do it. Okay, so as I think about the Kerecis investment journey as an Icelandic company, what's been, how would I characterize kind of the keys to success? Like any successful startup company, it starts with the entrepreneur. And in this case, Fertram, significant experience in the industry and bringing products to market. He wouldn't say it about himself, so I'll say it about him, but he's a world-class CEO who has deep technical expertise of the product development, and he also understands the business side. So you get that combination into a driven entrepreneur, a driven founder, and that's certainly one of the keys to any company being successful. And as Fertram is kind of in the orange there, you see kind of some milestones. So early stages, of course, product development, getting regulatory approvals, and then commercial operations started in the U.S. in 2016, and Fertram committed significant time to being in the U.S. and hiring and developing a U.S.-based team which could lead the commercial and operational efforts of the company. And of course, in 2023 was the Coloplast transaction, which we'll talk a little further about. And we still have plenty of room. We're less than 10% of the U.S. market, so we're still early stages in terms of what's possible for the company. One of the early beliefs Fertram had was the value of clinical evidence in this business. Sometimes we see companies not as focused on that, and so that's part of his commitment when founding the business. As you can see in blue, kind of the number of large patient studies that the company has done to prove in clinical study environment, the efficacy versus competitors. So having a talented entrepreneur is definitely one of the keys to success. Operating in a big and large and growing market is another one. So right now, Kerecis operates on the left-hand side. The markets that I mentioned, about a $4 billion U.S. Global market. I'd say majority of that business is in the U.S. healthcare market itself. And then with a product roadmap to more surgical and reconstructive applications, we believe we have a $10 billion addressable market in the long term. And so significant opportunity with good growth dynamics as the population ages, as unfortunately diabetes had
become more occurrence around the globe, and as well as kind of the effectiveness of our biologics products are growing faster than the market. So a large and growing market. And then it's not enough just to be in the market. You have to be able to take the unique technology, and Kerecis has been able to convert that into innovative products. And we looked at the Wheel of Innovation as examples, as well as develop digital business tools that not only we're delivering the best-in-class product, but we're also delivering ways for customers and our workforce to streamline their operations, all with sustainability objectives kind of built into the core of the mission of the company. One of the early decisions that Fertram and the Kerecis team made was to focus on the U.S. healthcare market, even though Kerecis was just a small startup at the time. And I think that was one of the consequential decisions made early in the company's life cycle. I think we've seen a fair amount of good European technology companies that often start with their less important markets in the hope they'll perfect it and then kind of come to the bigger markets later. And I think Kerecis chose just to go right for the most important market that we thought could have the best adoption of the product and use that learning and agility to adjust to the most important priorities first. So focus on the big markets and to be able to penetrate those. So we have about 300 sales force, our own direct sales force. So that's the other investment the company, rather than just become sell it to a distributor and let them understand the market, having our direct team, our own team in the market, one, easier to direct and establish traction, but also what's the key market learnings that you want to learn from customers, you want to learn and build that into the next product innovation. So that's been a significant factor in the Kerecis success. The other unique element of Kerecis that contributes to its success is kind of this marriage of sustainability and top-tier financial profile. So as we were talking about, the technology requires less processing than other competitive products, which leads to the effectiveness of the product, but also leads to low manufacturing costs, very scalable production investments that can be made to grow capacity. So the company has over 90% gross margins, so think of it more like a software, kind of in terms of gross margins. It takes very little capital to increase production capacity, particularly with the way the simplicity of the manufacturing. And logistically, once it's produced, it can be shipped in a FedEx envelope, stored on a shelf for 3 years. So there's a lot of operational cost advantages to the product as well. So all these technology differentiation characteristics kind of end up directly translating into the financial model. And of course, we're starting with a byproduct as our main material. So those things married create kind of a very unique financial profile for Kerecis. And as Fertram would say, sales are king. It's one thing to have a great technology. It's not even really about the idea or the technology. You have to have that, but you have to execute and make it commercially viable in order to demonstrate, in order to serve your mission. So we've continued to grow quickly over the last few years, and we believe we're on track to approaching $200 million US this year. From a capital perspective, this is a chart showing on the left, the orange is the capital raised, and then blue is the valuation at the time of the capital raise. So typical startup profile early on on the left, where product is being developed, regulatory approvals are being received. And that was supported largely by the Fertram and the Icelandic investment community and support.
As we started, and I came on consulting right in here, and then our first equity round was the Series C, where the Apple founders family foundation from the US was an investor in the company. So that was the first external institutional capital that came into the company. But it took us demonstrating the commercial traction in the US in order to attract that kind of capital. I'd say in the US, you end up with more venture funds than Iceland probably has, relatively speaking, has established to support this stage. But an Icelandic company with a great growth story and a great technology can attract outside capital even in relatively early stages. And then as we got into 2022, the world had changed a little bit in the med tech, biotech, and profitability all of a sudden became kind of important to the investment community. Luckily, thanks to Keris's profile, we were able to break even in 2022 because of our gross margin profile and the efficiency by which we ran the company. And so not only did we have high revenue growth, but we gave the indicators that there was future significant profitability to the company. So even though we were in growth mode, we were able to attract the Lego family investment and a US bank debt facility made available to us at the time. And then in 2023, as we started thinking about the long-term ownership of the company, and then the Coloplast acquisition occurred. And this has been a great partnership for Kerecis, and I think for us, of course, we're going to continue to grow the U.S. market. We have plenty of room of headway there, but I think the Coloplast partnership marks another phase of growth where they have business in infrastructure in 140 countries. This is really the next phase of growth for Kerecis to become a global brand and truly fulfill its mission of reaching every patient who could benefit from its technology. So what have we learned along the way about being an Icelandic, investing in an Icelandic company? I think, for industries that aren't as prevalent in Iceland, we've had to bring, as we got more mature as a company, we brought in outside investors, deep in that particular industry, but then there was plenty of Icelandic support, which once we paired it up with kind of outside specialists on the company. And on the organizational side, as the company becomes more mid-market size, you have to fill out, global talent is key for any growth company, but particularly one based in Iceland, making sure that you've got the expertise in all the functional areas that you need. I believe Iceland is a fantastic ecosystem for entrepreneurs. There's a lot of support in the investment community. There's governmental programs. There's a lot of factors that can help grow additional entrepreneurs, because it does, as I mentioned, in my opinion, it starts with the entrepreneur. Organizationally, Icelandic employees have been great to work with. I really enjoy working with the team. They're very versatile. They can, in a startup, you need to be able to pivot, change directions, handle different functions. The Icelandic teams are great at doing that. Everybody comes in with a very international perspective and accommodates my poor Icelandic speaking skills and speaks English for me, so I appreciate that. And I don't think we should underestimate how much people love visiting Iceland. In all the fundraising we've done and the transactions that we've done, we haven't had one group turn us down to come visit and experience Iceland. So even from the capital perspective, people want to be here and experience the country. Not all of them invested, but they all came. So anyway, So a picture of Ísafjörður, the heart of Kerecis, to wrap it up. Thank you for inviting me to spend a few minutes about our journey. Vélfag öflugt fyrirtæki
með gríðarlegan mannauð, myndi ég segja, fyrst af öllu, og leggur mikla áherslu á þróun og hefur gert í gegnum tíðina, og það hefur ekki verið, við höfum ekki tekið út úr fyrirtækinu á neinum tímapunkti arð, heldur höfum við alltaf sett það í aukna þróun, þannig að við eigum mikið inni af þróunarverkefni sem munu líta dagsins ljós í fyllingu tímans. En það hefur ekki alltaf verið þannig. Reksturinn hófst þegar stofnandinn, Bjarmi Sigurður Garðarsson, batermaður á Mánabergi, meiddist á auga og neyddist til að koma í land. Þannig að í kjölfarið á því þá ræði við Gunnar Sigvalda út í Ólafsvík og staðir myndu vilja verslaði með sett á stað einhverja svona þjónustu á fiskvinnsluvélum og slíku, og það var auðsótt mál. Þannig að þannig byrjaði þetta. Við vorum að þróa að gera betri hluti með okkar velbúnað sem við vorum með í höndunum þá. Þannig að þegar þetta gerist nú með þetta blessa auga mitt, þá er komið svona aðeins á stað í svona ýmsu, sko. Svo kom fram hugmyndin að gera þetta sjálfur. 1998 kaupir Bjarmi efni í 2 vélar og fer að gæla við þá hugmynd að gera sínar eigin. Þetta vorum við með ágætis orðspor á okkur, bæði fyrir þjónustuna og fyrir þessa íhluti sem við höfum gert, sko. En fjármagnið var náttúrulega ekkert, sko. Þannig að, sko, það sem að fór í þróunina var bara svona má segja, vinna eftir vinnu. Ég var með hennar svona, fyrst maður komið það langt, þá fannst maður ekki geta hægt, sko. Maður svona var með komið með draum í hausinn, sko. Ég verði að smíða eina vél, sko, sem að bara sýna mönnum bara að það sé hægt að gera þetta, sko. Það var þó orðið ljóst að þetta væri ekki ganga og útlitið ekki bjart, en þá kemur að því að ramminn þarf að endurnýja skip. Þá taka þeir skrefið að eftir nokkur góða skoðun að mínu viti að gera samanburð, og þá vorum við komnir með vélina svona í gang, sko, og gátum sýnt fram á það með rökum, það sem eftir væri eitthvað sem við getum leistist, við vorum komin svona langt, og þarna kannski kom þetta traust, sko, Óli og þeir hjá rammanum, sko, þeim fórum að rammi þá líklega, sko, og Gunni, sko, þeir setja traust sitt á okkur, og þarna vorum við bara rétt við það að hætta, bara við ákveða það ef það kemur ekki út úr svona næstu 2 mánuðina, þá myndum við bara hætta, sko. En spurningi vaknar, hvað hefði gerst ef þessi samningur hefði ekki skilað sér? Já, þá varum við náttúrulega ekki að ræða hér. 25 árum síðar, sko. Já, maður er oft hugsað það, sko. Það er bara alveg staðreynd að ég held að það hefði verið niðurstaðan, sko. Þegar við komum með nýja vél á markað 2011, þá skilaði hún miklum nýtingarauka, eins og skerðingin var það ári sem var svona 20.000 tonn á þorski. Og þetta eru bara hluti sem kannski ekkert í umræðinni, en er hægt að reikna þetta út og skilja ef maður gerir það. Það hefur svo sem ekki verið auðan garð að gera sig frá hinu opinbera, og þess vegna er því mikilvægara að þessi fyrirtæki sem er í sjávarútvegi hafi getað fjárfest í fyrirtæki eins og okkar eða í lausnum frá okkur, af því að það hefur bara staðreyndin svo að þetta hafi verið tiltölulega litlar fjárhæðir í boði, og að fara eftir þeim er svo mikil vinna og svo mikil regluverk oft að þannig að við höfum bara hreinlega komið út oftast í tapi, það verður ekkert úr því. Og þess vegna er stundum, sko, það er kannski þess vegna sem að vörurnar oft hjá okkur er ekki kannski alltaf fullþróaðar, en við getum, þær eru nógu þróaðar til þess að verða ábati fyrir útgerðina, og svo vinna menn þetta áfram, menn hlaupa ekki bara af vettvangi og það fattar hvað ég meina, þannig að menn eru í sama liðinu, sko. Ekkert verður til af engu. Þá á við vélfag sem við sáum í myndbandinu hér á undan. Þannig virkar þetta. Auðlind vex af auðlind.
Bláa hagkerfið á sér margar hliðar, flestar eru ókannaðar og möguleikarnir eru óendanlegir ef svigrúm fyrirtækja til fjárfestinga fyrir hendi. Næstur á svið vopnfirðingurinn og fyrirragandi efnahagsráðgjafi ríkisstjórnar, hagfræðingurinn Konráð S. Guðjónsson. Gjörðu þið svo vel. Komið sæl, heiður að fá að vera með ykkur í dag, búið að tala um tækifæri og Tryggvi hérna með inspirandi einhverja gervigreind og eitthvað og svo kemur hagfræðingurinn og svolítið neikvæður og leiðilegur fyrir að tala áskoranir, svona eins og okkur líkt, en það þarf einhverju verið því. Við þurfum að takast á við áskoranir til þess að geta nýtt tækifærin, ég held að gera sér allir grein fyrir því og þær eru ansi miklar en svona sem að byrja þetta aðeins á jákvæða nótunum að þó áskoranir séu miklar að þá gleymist að stundum hversu umsvifamikil áhrif sjávarútvegsins eru í hagkerfinu. Þú skoðar tölunni eins og kom beint af skeppninni, þá er þetta eitthvað tæplega 6% beint framlag, en ég held við höfum heyrt það mjög vel í dag að óbeint framlag, til dæmis starfsemi sem að bara einfaldlega myndi ekki þrífast án sjávarútvegs og svo kannski dæmi eins og Keris til dæmis bara einhver starfsemi sem að sprettur úr sjávarútvegi í allt öðrum geira hagkerfisins að það má alveg svona ímynda sér það þó að það sé alltaf erfitt að finna nákvæma tölu og að þetta sé svolítið ævintýraleg talnaleikfimi að reikna svona heildaráhrif og óbein áhrif að ég myndi alveg slá því föstu að þetta sé kannski 10% eða meira sem hlutfall af landsframleiðslu. Og þetta er svolítið áhugavert í allri umræðinu sem núna hvort að það borgi sig í raun og veru, hvort að ríkið sé að tapa á því að veita einhverja þjónustu til sjávarútvegsins og svona kannski skjóta að það minni mig á umræði sem var ferðaþjónustuna fyrir nokkrum árum. Þá var Reykjavíkurborg að benda á það að það væri 69 milljarða tap fyrir borgina því að ferðamenn væru komið til landsins. Svo árið síðar bara, herru, já, við töpum rosalega miklu í rekstinum okkar þegar ferðamenn hættu að koma í COVID. Þannig að, jú, eðlilegt að það sé gjald fyrir einhverja þjónustu sem að ríkið að veita, en ég held að þetta sé ekki sérstaklega uppbyggilegri leið til að líta á hverju atvinnugreinar að skila fyrir ríkið því að þegar þú ert til dæmis með sjávarútveg einhvað sem hann 5, 10 eða 15%, þá svoleiðis atvinnugrein að standa undir verulegum hluta af samneyslunni. Og það hefur gengið mjög vel síðustu ár. Sjávarútvegur hefur verið einfaldlega bara framúrskarandi í því sem skiptir öllu máli fyrir lífskjör í landinu og það framleiðniaukning. Og verið að vaksa, framleiðni þar hefur verið að vaksa margfalt hraðar en í öllum öðrum atvinnugreinum, að þeim ólöstuðum. Og þetta ekki tilviljun því að á sama tíma og þetta hefur verið að gera svona síðustu 15 árin eða svo að þá hefur verið fjárfest meira í sjávarútvegi og tengdum greinum heldur en í öllum öðrum atvinnugreinum. Það þarf að fjárfesta. Og það hefur gengið vel, menn að afkoman að dilstengum afkoman hefur bara upp til hópa verið mjög góð hjá sjávarútvegsfyrirtækjum. En það sem við erum að sjá núna og þess vegna tala ég áskoranir í titlinum að þó að staða sér sterk að þá eru margar ytri áskoranir að dynja núna svolítið á greinni. Og þetta eru áskoranir sem að við höfum litla stjórn á eða enga stjórn á eða takmarkaða stjórn á allavega til skemmri tíma. Og það í fyrsta lagi hár innlendur kostnaður, minni afli og svo tollastríðið. Byrjum bara á því fyrsta, hár innlendur kostnaður. Hann á sér þá skýrustu birtingarmynd að raungengi gjaldmiðilsins okkar, krónunnar, það tiltölulega hátt. Það ekkert eitthvað ævintýralega hátt, en enga síður, við erum komin held ég á svona pínu hættulega slóðir því að það mjög hátt að gert ráð fyrir að hækka ennþá meira og við erum komin í smá viðskiptahalla. Og takið sérstaklega eftir gulu línunni hérna fyrir ofan sem launakostnaður, því það það sem að skiptir kannski lýsir svolítið samkeppnishæfninni. Og við rýðum aðeins nánar í það og skoðum beinlínis hvernig launakostnaður á Íslandi með önnur ríki, þá höfum við alltaf skorið ykkur úr, sem gott. Við viljum að Ísland sé á toppnum þannig. En það samt ákveðin hætt í því að við erum að rjúka upp hérna í launakostnaði, en hinn að hækka mikið hægar. Á einhverjum tímapunkti heldur því áfram þá brotnar eitthvað. Og það búið að vera svolítið mikið í umræðinni núna síðustu misseri og alltaf sífellt aukinn þungi í því til dæmis stöðu fiskvinnslunar og ég held að þessi mynd hér sem sýnir þróun launakostnaðar á vinnustund í framleiðsluiðnaði lýsir svolítið því. Og við skoðum bara rétt eldsnöggt hvernig hafa laun í fiskvinnslu verið að þróast með við bara almennt og almennu vinnumarkaði
og frá 2018 þá eru laun á almennu vinnumarkaði hækka þriðjung, rétt hæflega helming í fiskvinnslu. Það vísir sett fyrirvara að þarna ekki tekið tillit til vinnutíma og slíks, en þetta held ég gefi einhverja mynd og svo hafa náttúrulega bara kjarasamningar svolítið verið þannig að þeir leggja svolítið þungt á það sem er miklir taxtar og það verið hækkun á bónusum og ýmsu öðru. Og þetta í fyrsta lagi. Í öðru lagi þá bara við erum að draga minni á fiski úr sjó heldur en undanfarið. Það minni makreit, þorskurinn, hann að minnka og svo sem munar mestu það loðnubresturinn. Og ef fram heldur sem horfir þá erum við að horfa á minnsta afla yfir 5 ára tímabil, allavega miðað við hvernig það umreiknað í útflutningsverðmæti. Nú eru einhverjir sem kannski mótmæla þessu, en allavega við erum að horfa bara á minni aflabrauð heldur en við höfum séð síðustu áratugina. Og það náttúrulega, þetta ekki einhver katastrófa, en minna þetta skiptir máli. Og svo í þriðja lagi þá það tollarnir og ég var mjög feginn þegar þetta var tilkynnt í fyrra dag að það var 10% var grunnsviðsmyndin því að ég var búinn að teikna upp alls konar tölur og það vildi svo til að 10% var það sem við fengum á okkur. Og það skiptir líka máli, við erum að flytja út, vorum á síðasta ári að flytja út sjávarafurðir og fiskeldisafurðir fyrir 46 milljarða krónur til Bandaríkjanna. Töluvert minna vísi til ESB, en þetta risastór og mikilvægur markaður og hvaða áhrif hafa svona tollar? Náttúrulega kannski augljósustu áhrifin eru það að útflutningsverðið sem við fáum í hendunar, það einhvern veginn þarf að einhvern veginn byrðarnar, við þurfum að taka eitthvað af þeim. Eftirspurnin vegna þess að verðið hækkar í Bandaríkjunum, það minnkar og það kannski sérstaklega áhyggjuefni vegna þess að hafa rannsóknir sýnt það að bandarískir neytendur séu næmari fyrir verðbreytingum á fiski en aðrir neytendur, sem að mér finnst svolítið uggandi staðreynd. Svo í þessu samhengi í öllu þessu tollastríði að bara áhrifin á restin á heiminum, á eftirspurn alls þar í heiminum vegna þess að þetta svolítið uggvænleg þróun fyrir bara heimshagkerfið. Og hverjar væru afleiðingarnar fyrir sjávarútveg? Jú, við sjáum náttúrulega afkomu rýrna, hvatan til þessar fjárfestinga sem hafa drifið áfram framleiðnina, það getur minnkað og laun til sjómanna minnka. Og afleiðingarnar verið í samfélagi, við erum bara með minni skattekjur, við erum með hugsanlega færri störf, minni kaupmátt og bara minni umsvif á þessum óbeinum áhrifum. Þetta svona grófa myndin og kannski þægilegt til þess að ná utan stóru myndina. Svona, það smá huggun harmi gegn að við stöndum hlutfallslega vel í þessu tollastríði. Við sjáum hérna mynd af helstu þjóðum sem að flytja fisk til Bandaríkjanna. Við erum þarna með 1% markaðshlutdeild og við erum í flestum tilfellum með miklu lægri toll en önnur ríki sem að flytja fisk inn til Bandaríkjanna. Þannig að það mögulega eitthvað sem getur hjálpað okkur, en eins og segi, það ekkert betra heldur en smá huggun harmi gegn, af því að heilt yfir náttúrulega ekki gott að fá 10% toll á sig hvert sem það Og svona til þess að reyna einhvern veginn að ná eitthvað utan hver áhrifin eru. Eitthvað, bara þá setti ég leik mér aðeins með 2 sviðsmyndir og áður en ég sýna þá bara, þetta bara svolítið gisk út í loftið til þess að allavega gera sér einhverju hugarlund hvernig þetta geti farið. Og þannig bara að horfa á sjávarafurðir, svo örugglega hægt að nota eitthvað svipað á annan útlending til Bandaríkjanna. Og ég set fyrsta lagi upp eina sviðsmynd þar sem að það verðlækkun í Bandaríkjunum, það minni eftirspurn frá Bandaríkjunum, við flytjum það þá mestu leyti til ESB í staðinn og ég hugsa að segjum að verðið lækki þar aðeins en ekki annars staðar og þá erum við að tala bara við þessa sviðsmynd sem að hljómar svo frekar sakleysisleg að þá erum við að tala að útflutningsverðmæti minnki 8 milljarða króna. Svo getur alveg gert ráð fyrir því að það sé, eins og ég var að nefna áðan að bandarískir neytendur séu mjög næmir fyrir þessum tollum, þannig að farið minni eftirspurn í magni og verðið sem að við þurfum að selja og það lækkar og það verður verðlækkun í öllum öðrum mörkuðum vegna þess að bara efnahagsþróun í heiminum slík að þá getur við tala kannski 20+ milljarða. Og þetta svartasta sviðsmyndin? Það ein hérna sem svartari, ég veit ekki hvað talar bak við hana, en ég held að þetta geti verið svolítið högg en ekkert eitthvað óyfirstíganlegt. Þannig að við erum með 3 áskoranir, ég meður svona heilt yfir ytri áskoranir, en svo það okkar eigin verk, ef svo má segja, eitthvað sem að við sem þjóður ráðum meira yfir hvað sem gerast stór degi í dag. Svo ég ætla nú að einbeita mér að einu þeirra sem stóra máli í dag, það veiðigjaldið og það skattur, skipta skoðanir. Ég veit ekki með ykkur en mér eiginlega alveg nákvæmlega sama hvað við köllum það. Nafnið það skiptir engu máli fyrir áhrifin, þetta bara kostnaðarauki á greinina, kallað skatt, afnotagjald, mér persónulega sama. Vill samt svo til að áhrifin, efnahagslegu áhrifin ígildi þessi skattur, en
það bara einhver annar að rífast það hvað maður kallar það. Og hver eru áhrifin? Hérna tek myndina sem áðan á tollinum, breytum henni aðeins að við erum ekki að tala áhrif á verðin, við erum að tala kostnaðarhækkun, fáum ekki þessi hliðaráhrif. Ég meina hver áhrifin af beinni kostnaðarhækkun, það rýrnar eitthvað afkoman, hvata til fjárfestinga minnka og svo framvegis þessi raka áðan. Það nú samt þannig að eins og ég nefndi í byrjun og þá afkoman í greininni heilt yfir búin að vera býsna góð og ég held að sé alveg mikið til í því að veiðigjaldi eitt og sér, það ekkert einhvern veginn bara, þú veist, eitthvað make it or break it fyrir greininni í heild sinni. Kannski fyrst alveg út í samhengi við þessar aðra áskorun sem ég var að tala sem það skiptir máli og svo það þannig að sjávarútvegsfyrirtæki ekki það sama sjávarútvegsfyrirtæki. Hérna sjáum við svolítið einfaldaða mynd af dreifingu allra sjávarútvegsfyrirtækja, bæði í vinnslu og veiðum, eins og þau birtast í gögnum Hagstofunnar. Og þetta eru ekki fullkomin gögn, nema svona hugsa sér það að tekjurnar hjá öllum þessum fyrirtækjum, eða kostnaðurinn hjá öllum þessum fyrirtækjum í hlutfalli við tekjur, hækkar 5% sem að vel að merkja meðan 10 milljarðar sem á að vera hækkun í veiðigjaldi 5% af aflaverðmæti á síðasta ári, þannig að ekki galin tala, bara hliðraðum öllum niður í afkomu. Þá sjáum við það til dæmis að þau fyrirtæki sem eru í tapi, þau fjölgar næstu í 50%. Fyrirtæki sem eru svona 0-10% af tekjum með hagnað fyrir skatt, þeim fjölgar aðeins og þeim fækkar þessum fyrirtækjum sem eru blessunarlega með betri afkomu þetta. Og þeir sjá að þetta svona heldur þannig að stærri fyrirtækin standa betur. Og eins og ég segi, þetta bæði vinnsla og veiðar, en ég hef ekki ástæðu til þess að ætla að dreifingin í afkomu, útlitið á dreifingunni sé eitthvað mjög ólíkt milli þessara tveggja ólíku atvinnugreina, ef það má segja að fiskveiðar og vinnsla séu ólíkar atvinnugreinar. Og þá náttúrulega sagt, já býtu, við erum nú samt að það frítekjumark sem að hjálpa minni útgerðunum og já, gott og vel meina, þú veist, veiðigjaldið að hækka langmest hjá stærstu útgerðunum út af það að hækka meira á uppsjávarveiðar og það ekki njóta eins vel frítekjumarksins, þannig að þessar 10 stærstu sem eru með eitthvað með helminga veiðigjaldinu, þær eru að greiða, fá mest aukningun á sig, svo þannig að næstu þar á eftir 11-50 stærstu 73%, en það samt aukningi á öllum. Og ég fór aðeins að pæla hverjir í þessum hóp, 11-50 stærstu. Þetta eru bara svona bátar Ég í alvörunni man ekki hvað fyrirtækin sem eiga þessa báta heita. Ég vona ef eigendurinn þá vonandi eru þeir ekki móðgæðir. En þetta eru litlu og meðalstóru útgerðina, þær eru hér. Þetta hérna eru trillur eða bara minni aðilar, strandveiðar og svo framvegis. Þannig að þetta hækkun á greininni í heild sinni. Og ef við tökum þetta saman, það náttúrulega fleiri þættir sem búin að nefna inn í dag sem að leggja þetta á. Það hvað upplýsingagjöf, við erum að horfa á hækkun kolefnisgjald sem að hækka kostnaður greinum svona 2 milljarða. Það eru auknar strandveiðar og fórnarkostnaður við auknar strandveiðar það að það minna veitt í atvinnuveiðum sem eru miklu skilvirkari og rannsóknir meira sem ráðherra í ríkisstjórninni sem nú setur hafa sýnt að séu bara miklu hagkvæmari en strandveiðar. Það bara veruleikinn. Svo ertu með allt hitt og ég veit ekki hvert umfangið á þessu nákvæmlega, maður svona aðeins leikur sem með tölunar að þá heildarpakkin í þessu eitthvað svona 50-100 milljarðar. Og hvaða áhrif hefur þessi þróun og kannski ef þú ert að bæta til dæmis einhverjum auknum álögum ofan í þessar ytri áskoranir, hvað fyrsta fórnarlambið? Ég ætla ekki að slá í föstu að verði þannig, en ég allavega sjálfur óttast þess að það bitni svolítið á fjárfestingunni. Og hvað fjárfestingin búin að skila í sjávarútvegi, hverju skila fjárfestingi í öllum atvinnugreinum, í innviðum og hverju sem Jú, það sem skilar okkur lífskjörum. Og þetta verður svona smá persónlegt af því að ég, eins og var nefnt inn í byrjunna, ég voffyrringur, hérna má sjá mynd frá uppsjávarvinnslu Brims á Vopnafirði og það meira sér sést held ég örlítið í æskuheimili mitt á myndinni. Og maður svolítið hugsi með þessa þróun fyrir einmitt staðis á Vopnafjörð vegna þess að þar uppsjávarvinnsla sem á stofninum til bútasömmur frá því fyrir 20 ári síðan. Það hafa verið hugmyndur að byggja bara nýja alvöru state of the art vinnslu. Maður hefur, ég ekki hræddur en ég smá áhyggjur allavega fyrir minn gamla stað að þegar alla þessar áskoranir að leggjast í eitt að
það muni bitna á því að vera farið í fjárfestingar sem að einn daginn verða bara nauðsynlegar til þess að vinnslan og staðnum og þar að liti byggðin sé samkeppnishæf. Það freistandi að segja, já, þetta bara veiðigjaldið, þú veist, það ekki punkturinn. Punkturinn sá að allt þetta að leggjast í einu og það veiðigjald að koma ofan að það. Þannig að hvað þarf að gera atvinnugreinin? Þið vitið það miklu betur en ég. Ég held að hún þurfi bara að gera það sem hún alltaf gert, að vera sveigjanleg og hafa getu til að takast á við krefjandi aðstæður, gera eins og Tryggvi var að tala að nýta tækifærin í nýsköpun og svo framvegis. Stjórnvöld, ég held að einu skilaboðin allavega frá mér að taka tillit til þessari ytri aðstæðna og kannski bara skila eftir spurninguna þegar þetta eru ytri aðstæður í greininni, þá skynsamlegt að tvöfalda veiðigjald? Ég veit ekki, en kannski aðrir sem geta svarað því. Takk fyrir mig. Grunnhugmyndin í að byggja þetta hús var að bara fylgja þróuninni, að halda áfram að vera í fremstu röð í heiminum í framleiðslu á matvælum. Og þetta var niðurstaðan. 9.000 fermetrar á einu gólffleti. Fullt af allir þeirri nýjustu tækni sem þá var til. Hún er orðin 4 ára gömul, en við höfum þurft að halda áfram allan tíman og erum stanslaust að bæta við. Þetta er náttúrulega sífelldar áskoranir. Það er öflugur hópur hérna, bæði tæknimanna og vinnslumanna og gæðafólk sem bara sest yfir málin og við kannski lítum ekki á allt sem þessi vandamál, en bara áskoranir í okkar daglega starfi. Grunnpælingin er náttúrulega alltaf að fjárfestingin verður að borga sig. En samt Samherji er bara öflugt sjávarútvegsfyrirtæki sem ætlar að vera í landvinnslu. Við erum með 2 landvinnslur í sama firðinum sem á spurt sig á hverju gerir ekki bara eina. En við búum að því að við höfum aðgang að mjög góðu og hæfu fólki sem er búið að vera hjá okkur mjög lengi. Við erum náttúrulega tæplega 150 mann sem vinnum hérna í vinnslunni og á gólfinu eru á hverjum degi 4 í gæðateyminu sem eru stanslaust að fylgjast með og taka þess að geða prufur og svoleiðis, en til að það sé í lagi þá þurfa náttúrulega allir að róa í átt á því markmiði að framleiða geða vöru og hún sé í lagi. Þannig að þetta er algjör samvinna að þetta gangi. Þrif í matvælavinnslu eru gríðarlega mikilvæg. Þau eru samanskapi líka gríðarlega kostnaðarsöm. Hingað koma 10 manns á hverju kvöldi og vinna fram á nótt við að þrífa. Þannig að það er bæði orðið erfitt að fá fólk í þetta og svo kostar þetta mikið. Þannig að við erum búin að hugsa lengi hvernig við getum sjálfvirkni vætt þrifin og við erum komnir á lausnina, við teljum það. Það fóru menn frá okkur á sýningu í Ameríku og sáu bara hangandi róbot þar sem menn voru að kynna það og töluðum við það fyrirtæki sem er kanadískt og menn sáu fljótlega að þetta gæti verið lausn sem við erum í rauninni búin að vera að leita að lengi, hvernig við getum þróað áfram sjálfvirk þrif bara í matvælavinnslu. Og Kanadamennir voru tilbúnir í dansinn og nú erum við komið með kerfið upp sem er farið að þrífa sjálft. Við bara fullirum það að þetta hefur aldrei verið gert í heiminum. Við fórum í gegnum bara þegar ég var að byrja, 95, 6, 7 var svona fyrsta, þá var stór breyting þegar flæðilínurnar komu. Þær voru síðan endurnýjaðar 2007 og síðan förum við í vatnskuratæknina 2017. Hvað verður 2027? Ég er ekki að segja að það verði bylting, en þetta er bara þróun sem heldur áfram og það verður fróðlegt að sjá hvað kemur fram á næstu örfáum árum. Það sem við erum að horfa á hérna eru live myndir frá vatnskurarvélinni. Í vatnskurarvélinni eru 3D kamera og X-ray og X-ray-vélin er að greina beinagarðinn og 3D kameran er að ákvarða þyngd
flagsins og í rauninni skerum við síðan út frá þeim upplýsingum. Okkar uppsetning er þú að markaðurinn ræður. Þannig að það er ekki veiðar, vinnsla, sala, heldur markaður, vinnsla, veiðar. Og ef að markaðurinn vill ferskan fisk á þriðjudegi þá stýrum við veiðunum í samræmi við það. Við erum í rauninni að gefa kerfinu ákveðnar forsendur, hvaða bita við viljum fá og setjum ákveðin verð á bitana. Þannig að vélin er alltaf að reyna að hámarka virði flagsins í hvert einasta skipti. Við erum búin að gera langtímasamninga. Við ætlum að afhenda 2 gáma af ferskum þorsknökkum miðvikudaginn 20. nóvember. Það þýðir að 4 dögum áður þurfa skipin að vera búin að landa ákveðnu magni og þetta er bara þannig stýrum við þessu. Og við erum ekki búin að fylla rýmin, við erum samt alltaf að bæta við þannig að það minnkar ef við eigum samt rými til þess að bæta við nýrri tækni, nýjum róbótum og svo framvegis. Takk fyrir þitt erindi, Konráð. Þetta var alvöru fiskvinnsla, enda eins og fullkomnasta í heimi og er á Dalvík hjá Samherja. En þeir gátu því miður ekki verið hérna með okkur í dag og senda kveðju frá Pólandi þar sem þeir haldi upp á árshátíð sína og við sendum að sjálfsögðu kveðjur tilbaka. En þetta er svo starfsemi sem við viljum halda á Íslandi. Svo gera megi sem mest verðmæti úr því sem úr sjó er dregið. Við hjá Feel Iceland notum íslenskt fiskroð til þess að framleiða okkar kollagen sem er bæði nýtt í fæðubótaefni og vinsælan drykk sem heitir Collab. Við höfum nýtt 3000 tonn af fiskroði frá því að við byrjum og það yrði ansi snúið fyrir okkur ef við þyrftum að fara að elta íslenska fiskroðið til láglauna landa víðsvegar heim til þess að geta haldið í uppruna okkar. En það er komið að því sem allir hafa beðið eftir, pallborðið. Þegar mágur minn sá auglýst að ég væri fundarstjóri á þessum fundi spurði hann hvort ég væri gengin á göflunum, hvort ég ætlaði alveg að reyna að stýra pallborðsumræðum með þessum kanónum. Ég sagði honum að hafa engar áhyggjur því hann Stefán Einar Stefánsson, hinn knái þáttastjórnandi spursmála á Morgunblaðinu, fær það öfundsverða hlutverk. Þeir sem að verða í pallborði eru engir aðrir en Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar, Sigurjón Þórðarsson, formaður atvinnuveganefndar frá Flokki fólksins, Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra frá Viðreisn, Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins og formaður Sjálfstæðisflokksins, hún Guðrún Hafsteinsdóttir. Stefán Einar, gjörðu svo vel. Stillið ykkur upp bara 2 og 2. Komið þið sæl og blessuð og gaman að sjá ykkur hér í dag svona mörg. Kollegi þeirra 6, Ólafur Thors, var eitt sinn á fund á Ísafirði að ræða sjávarútvegsmál og þá var hrópað út úr sal: þú þekkir ekki muninn á þorski og ýsu. Hann brást strax við og sagði: nei, en ég þekki muninn á þorskhausi og þér og það er meira en flestir gera. Þessi litla saga sem að margir þekkja er sögð hér í upphafi til þess að ítreka mikilvægi málefnalegrar umræðu sjávarútveginn. Og það veit ég að við munum gera hér í þessu góða pallborði með þessum öfluga hópi. En við getum ekki skilið pólitíkina auðvitað frá þessari umræðu, þó að það væri gaman að ræða tækninýjungar og annaði þeim dúr. Og ég ætla reyndar að biðja Samherja að kanna möguleikann á að fá þennan hangandi róbót inn á heimilið hjá mér. Það væri held ég mjög heppilegt í alla staði. Við skulum byrja umræðuna á þessu stóra máli sem hefur tröllriðið umræðuna allir að undanförnu. Það eru veiðigjöldin og áhrifin á Ísland
við Íslands samfélag. Og þá held ég að sé rétt að byrja hér á fjæra endanum, fulltrúi Samfylkingarinnar sem fer með forsæti í ríkisstjórninni. Guðmundur, hvernig þegar þú horfir á viðbrögðin við þessum tillögum ykkar og síðan þessum nýjustu tíðindum vestur úr heimi, ertu ennþá jafn sannfærður og áður það að láta vaða í þetta verkefni? Ég vil kannski bara byrja að þakka fyrir að bjóða okkur í þetta öfluga pallborð hérna og óska ykkur til hamingju með góðan viðburð. Það er alveg magnað að fylgjast með öllum þessum flottu verkefnum sem eru í gangi í íslenskum sjávarútvegi og íslenskur sjávarútvegur er náttúrulega ein af undirstöðum efnahagslífsins á Íslandi og bara lífsgæðum á Íslandi. Þú talar þennan stuðning eða þessi viðbrögð í samfélaginu. Nú var að birtast til dæmis könnun að yfir 90% landsmanna styðja það að sjávarútvegurinn greiði meira veiðigjald af afnoti af íslensku auðlindum. Og ég held sjálfur að þetta sé lykilskref til að skapa sátt sjávarútveginn til þess einmitt að ná þeim markmiðum sem Tryggvi fór yfir hér fyrr í dag, varðandi það að skapa ákveðinn fyrirsjáanleika, að við séum ekki að eyða tíma ykkar í það að vera að rífast við okkur, að við séum bara með sanngjarna auðlindarentu af sjávarútveginum, þannig að við getum farið að skapa síðan eins mikil verðmæti og hægt er af greininni. Þannig að svarið já. Þá förum við aftur hér á nærendan. Hanna Katrín, þú fluttir ágæta ræðu hér í upphafi fundarins. Ert þú jafn sannfærð og áður og þetta ekki skattahækkun þó að útgerðin muni borga meira, eða það er að segja tvöfalt meira í gjald en áður? Ágætur ræðumaður hér áfram og aftur takk fyrir boðið. Það er gott að vera hérna í góðum hópi sem sagði það áður að hún gæti ekki staðið mér á sama hvort þetta væri kallað skattahækkanir eða ekki. Ég er nú kannski ekki alveg þar að því að rétt skal vera rétt. Það er hins vegar svo að samkvæmt ákveðnum skilgreiningum þá er þegar að ræða gjöld sem fara á heila atvinnugrein og er ekki eyrnamerkt sem þjónustugjöld en leggjast á samræmi við tekjur, þá er það ákveðin tegund af skattheimtu. Veiðigjöldin eru hins vegar þess eðlis að þau dragast frá tekjuskattsstofni viðkomandi fyrirtæki sem greiða þessi veiðigjöld, þannig að ef þetta er skattur þá er þetta skattur sem dregst frá skatti. En bottomlínið er að þetta eru veiðigjöld og það eru veiðigjöld sem hafa verið við lýði hérna undanfarin ár í þessu formi til þess að tryggja þjóðinni afgjald fyrir afnot af náttúru auðlindinni. Ég get alveg tekið undir það heils hugar að það er illþolandi að þetta skuli vera alfa og ómega í samtali stjórnvalda og atvinnugreinarinnar hvert einasta ár. Og þannig hefur það verið. Nú hef ég verið í pólitík í 7-8 ár. Þessi umræða ég man eftir henni miklu lengur áður en ég fór að fylgjast með pólitík. Og þetta og ég þekki það líka bara úr rekstri fyrirtækja þegar ég var þar, þetta er mjög óeðlilegt bara fyrir fyrirsjáleika sem við öll viljum hafa í fyrirtækjarekstri. Við hefðum geta farið þá leið og það kemur einhverjum á óvart að þessi ríkisstjórn er að fara að skoða veiðigjöld en það var ljóst fyrir kosningar, það er ljóst að stefnuskráð þessara 3 flokka sem nú myndar ríkisstjórn, þannig að þetta er ekkert sem kemur á óvart. Við hefðum geta farið þá leið sem fyrir ríkisstjórnin hafa farið að koma með einhverja ad hoc hækkun en við vildum ná sem skýrasti sín á tekjurnar, á verðið, einmitt til þess að í tilraun til að ná ákveðna sátt hvernig þetta á að reiknast. Nú er hér í salnum rjóminn úr íslensku atvinnulífi, fólk sem kann sannarlega til verka að reka fyrirtæki og ég trúi því að þið eruð öll mér sammála. Það er ekki eðlilegt að fyrirtæki sjálf ráði, sendi bara inn þær tekjur sem þær vilja og verður síðan lagt með samþykki stjórnvalda til grundvallar útreikningi veiðigjalda. Það er miklu eðlilegra að fara þá reið að finna raunverulegt markaðsverðmæti. Þannig að það er svo leið sem við fórum. Það eru núna að koma inn umsagnir og af því að hér hefur verið talað áhrif á smærri fyrirtæki, þá er það alveg svo að við erum að skoða hvort það eigi að fara út í enn frekari jústeringar á frítekjumarkinu til að grípa þessi litlu og stóru fyrirtæki og nú sé ég að þáttastjórnandi vill taka niður í mér. Nei, það er ekki svo, en við höfum takmarkaðan tíma, þannig að ég ítreka mikilvægi þess að svara með knöppum hætti. Þriðji fulltrúi ríkisstjórnarflokkana, Sigurjón Þórðarson, er hérna með okkur. Þú berst á bæði borð, það er ekki bara breytingarnar á veiðigjöldunum, það er líka strandveiðikerfið og nú er það grásleppan framundan og fleira. Ertu alveg í rónni með það að ráðast í allar þessar kerfisbreytingar nú þegar við erum að horfa upp á þessa óvissu á mörkuðum, tollastríð, markaðir hrikta veröld víða út af aðgerðum í Washington og þannig fram eftir göttum?
Í fyrsta lagi þá engar kerfisbreytingar hér í boði. Það bara verið að láta raunverðmæti ráða skattstofni og ég held að það sé rétt að undirstrika það. Það líka gott að það komi fram hér í þessum hópi að á borði stjórnvalda þá liggja tilboð fjórfalda upphæð veiðigjaldsins. Það frá Landssambandi smábátaeigenda og svo bættu fiskvinnslur án útgerðar betur og buðu sexfalda veiðigjöld eða 150 krónur í hvert kíló. Þannig að ég tel að þessi hópur sem hér og ég hef fullan skilning á því að menn berjist fyrir sínum hagsmunum, að þá eru hópar út í samfélaginu sem tilbúnir að greiða enn meira. Og ég ítreka að það eru engar kerfisbreytingar. Þetta varðandi 48 daga strandveiðar, að það eitthvað sem búið að vera í lögum lengi. Nú bara verið að tryggja það að það séu veiðiheimildir sem að uppfylla þær kröfur sem hafa verið í lögum. En ef að aflinn sem að dreginn verður að landi tvöfaldast eins og í strandveiðikerfinu eða skatturinn sem menn vilja ekki kalla skatt tvöfaldast, þá hlýtur það að felast í því kerfisbreyting. Menn voru að tala tækifæri og mér finnst að rétt að menn skoði það hér, að við erum að veiða núna 120.000 tonnum, minna við gerðum fyrir 100 árum. Og við erum að tala hér alls konar kreppu sem kemur frá ráðgjöfinni. Það myndust hér strákar á sem var samferða hér yfir á fundinu, varðandi djúpkarfann. Og ég held að þessi tímabært að menn spyrja sig, hvers vegna veiðist hann sem meðafli þegar hann á ekki að vera til í ráðgjöf Hafró. Við þurfum einfaldlega að víkka þessu umræðu út. Þetta eru áhugavert punktar en tengjast kannski ekki beint þessum fyrirætlunum. Förum hér á næst ysta mannin. Sigmundur Davíð, ég sé að þér mikið niðri fyrir undir þessum ræðum andstæðinga þinna í þinginu. Eru þau ekki bara að fara að keyra þetta í gegn með góðum árangri og góðum stuðningi þjóðarinnar eins og könnunin sem að Guðmundur Ari vísar í gefur til kynna? Já, þau ætla sér greinilega að keyra þetta í gegn bókstaflega. Það var gefin vika til þess að segja álit sitt á þessu risastóra frumvarpi og fæstir sem að náðu því á þeim tíma, þannig að þetta snýst að keyra þetta í gegn með góðu eða illu. Og það afskaplega erfitt að rökræða þetta mál við fulltrúa ríkisstjórnarinnar, en það þetta mál lýsandi fyrir þá pólitík sem að mér finnst vera orðinni allsráðandi umbúðamennsku frekar en innihald. Og svo bara túlka menn eða finna upp nýjar hagfræðikenningar til þess að reyna að réttlæta þetta mál. Í gær spurði ég forsætisráðherrann hvort að tollahækkanir Trumps hefðu engin áhrif á þessi áform því að ráðherrar höfðu lýst miklum áhyggjum af þessu meðal annars fyrir sjávarútveginn. Það kæmi þarna 10% tollur á útflutning til Bandaríkjanna. Það væri áhyggjuefni fyrir sjávarútveginn. En þessar hækkanir í veiðigjaldana ekki. Ég spurði, mun þetta þá engu breyta áform ykkar? Nei, sagði ráðherrann, enda þetta bara auðlindarenta og það hefur engin áhrif á rekstur fyrirtækja. Ef þú heldur þessi að búa þetta til, flettu þessu upp á heimasíðu Alþingis. Þetta var milli 3 og 4 í gær. Forsætisráðherra útskýrði það að ef þetta væri gjaldtaka af auðlindanýtingu, auðlindarenta eins og þau kjósa kalla, þá hefði það engin áhrif á reksturinn. Og þegar menn nálgast málin á þennan hátt, þá býsna erfitt að leiða umræðina til lykta svo vel sé. Svo þau með aðra kenningu, þessu tengda, og fjármálaráðherrann hefur talað mjög fyrir henni, að þótt skattlagning dragi almennt úr verðmætasköpun, að þá sé hagkvæmasta skattlagningin, skattar eða renta, á auðlindanýtingu. Og hvernig fáðu þetta út? Því að ekki er skattlagning mikil sérstök á sjávarútveg í Evrópu eða annars staðar. Það sem þau eru að miða við þarna og heimfæra á sjávarútveginn þetta, skattar á olíu og gasvinnslu. Og hér viðskiptablaðið með ágætis umfjöllun hugsanlega möguleika Íslands í þeim efnum, 66.000 milljarða auðlind. Þetta vilja menn ekki nýta. Þeir vilja banna rannsóknir á þessari auðlind, þeirri sem að skilar svo miklum tekjum alls þar annars staðar,
en nota tekjur annarra ríkja af olíu- og gasframleiðslu til að rökstyðja það megi pína sjávarútveg á Íslandi. Sem náttúrulega bara dæmi sem að gengur ekki upp. Sjávarútvegur grein sem mjög erfitt að reka með afgangi með hagnaði og það að fara að pína hana sérstaklega bara stór hættulegt fyrir hagkerfi landsins. Það klókt hjá þér að vitna í næst besta blað landsins, þó það hefði verið betra að vitna í annað, en við höfum ekki fleiri orðið það. Sigurður Ingi, stemdu þið ekki bara hraðberi í svipað átt þegar þið studdu Svandísi Svavarsdóttur í verkefninum Auðlindin okkar? Stemdi ekki allt í það ef þið hefðu haldið völdum að gjöldin á atvinnugreinina hefðu stór aukist? Nei, aldeilis ekki og af því að mér fannst eða heyrðist að Sigurjón var að fara í að því að í gegnum áratugina þá hefðum við gengið ýmislegt á og við hefðum til að mynda farið úr því að veiða yfir 400.000 tonn og niður í 130, en einhvað síður hefði verðmætin aukist. Þá getið þið bara spurt ykkur hverju voru við stjórnvöldin á þeim tíma og af hverju atvinnugreinin komst í gegnum það og náði þessum gríðarlega vexti. Og ég skal vitna í Morgunblaðið af því að þegar þessar fyrstu fréttir komu þá lét ég hafa það eftir mér að fjárfesting í fiskvinnslu væri lokið á Íslandi með þessu og ég hef áhyggjur af því. Þessi flotta fiskvinnsla sem við vorum að sjá á Dalvík gæti verið ein af þeim síðustu. Ég held að litlu fyrirtækin munu engan veginn geta farið í þetta og þegar það er talað leiðréttingu sem náttúrulega móðgun við alvöru leiðréttinguna sem var á sínum tíma, Sigmundur, ekki sammála því? Það er bara móðgun. Að þá heitir það leiðrétting þegar það á að fara að breyta stofninum sem gerir það að verkum að allflest fyrirtækin í landinu gætu ekki borgað. Það þarf að hækka einhvern persónuafslátt og eitthvað. Leiðrétting þannig ef þetta auðlindarenta og hefur engin áhrif á rekstur, sem ég heyrði reynda líka forsætisráðherra segja í gær og varð nokkuð brugðið, en ef það hefði lítil áhrif og þetta væri bara auðlindarenta sem allir gætu greitt, þá þyrftu þetta engan persónuafslátt. Þá væri þetta bara renta sem allir gætu greitt vegna aðgangsins af auðlindinni. Staðreyndin auðvitað svo að rentan á Íslandi verður til með því að fyrirtækin gera mismunandi vel úr því sem þeir eru með í höndunum. Þess vegna eru stærstu fyrirtækin í standi til að geta greitt miklu meira. Og ef það yrði nú gerð skoðanakönnun hvort að ætti ekki að lækka laun okkar sem væri hérna, þá hugsa ég 98% myndu samþykkja það. Ég hugsa það. Við þurfum að finna þessi 2% sem væru öndverðið með því. Já, það eru þeir sem eru á laununum. Og hefða vonast þess að komast á þau. Engin laun væru yfir 1,5 milljón, þá hugsa ég 90% þjóðarinnar myndu vilja það. Það væri bara þeir sem eru yfir 1,5 sem myndu hugsanlega mótmæla. Þannig að Guð minn góður, ef þá ekki að horfast í augu við þær aðstæður sem eru í heiminum í dag, þetta tollastríð sem að fara að skella hér á hvernig sem að tekst nú að vinna úr því og þær afleiðingar sem það hefur á allar atvinnugreinar. Ef við ætlum ekki að horfa á íslenska hagsmuni, hvernig við ætlum að komast í gegnum þetta, bara vegna þess að ríkisstjórnin ætlar að tromma hérna yfir okkur alls konar hlutum sem þau reyndar settu ekki á borðið fyrir kosningar, þá mun ekki fara vel fyrir okkur, en það góða að það verða alltaf kosningar reglulega. Guðrún Hafsteinsdóttir, nýtekin við forystu í Sjálfstæðisflokknum. Ég spyr þig eiginlega sömu spurningar að því að flokkurinn galt afhróð í síðustu kosningum. Við heyrum af þessum almenna stuðningi fólks við hækkun þessara gjalda, þó að það sé ekki kannski útvært nákvæmlega í hverju sú hækkun eigi að felast. Hefur ykkur ekki einfaldlega mistekist í að annarkvort verja atvinnugreinina og sannfæra fólk að svo eigi ekki að vera, eða hreinlega mistekist í því að pumpa þess meir út úr greininni inn í galtóman ríkissjóð? Já, ef þú ætlar að fara að tala gengi Sjálfstæðisflokksins þá kalla ég nú eftir leiðréttingu þar. Og það byrjaði að móðga ekki fólk með þessu. En Sjálfstæðisflokkurinn, hann hefur haft það sem kennimerki sitt alveg frá stofnun, að það að standa vörð atvinnufrelsi og standa vörð atvinnuuppbyggingu í landinu og að við byggjum hér lífskjör okkar á þróttmiklu og öflugu atvinnulífi.
Og við gerum það. Við eigum hér framúrskarandi lífskjör alveg sama á hvernig það litið. Stjórnvöld ber hins vegar að tryggja það að atvinnulífið hafi þetta rými og frelsi til athafna og sé í stöðugu rekstrarumhverfi og hafi fyrirsjáanleika. Og það það sem við núna í Sjálfstæðisflokknum höfum verið að benda á að þessar boðuðu hækkanir, skattahækkanir sem ég ætla að leyfa mér að segja, að þarna engin fyrirsjáanleiki, þetta illa unnið að okkar mati. Ég get ekki séð og við erum búin að margkalla eftir því hvaða greiningar, hvaða mat liggur þarna baki, hvaða greiningar hafi verið gerðar vegna þess að það talað sjávarútveginn sem risastóra heild en hann frá einum strandveiði sjómanni og upp í stærstu fyrirtæki landsins og allt þar á milli. Og mér finnst skorta á skilning á því hjá ríkisstjórninni. Mér finnst skorta á að ríkisstjórnin sýni landsbyggðunum þá virðingu að koma með einhverja greiningu á því hvað þýðir þetta fyrir sjávarþorpin hringinn í kringum landið. Við sáum hér líklega flottustu landvinnslu í heimi á Dalvík og meðallaun í landvinnslunni á Íslandi eru góð og það bara, nú ég fyrrum formaður Samtaka iðnaðarins og ég veit það að framleiðsla á Íslandi á verulega undir högg að sækja. Það meiri háttar mál að ætla að búa til þennan virðisauka hér á landi og líklega eru fáar atvinnugreinar sem gera það jafnvel og sjávarútvegurinn. Og það að halda uppi landvinnslu þannig að virðisaukinn verði til hér á Íslandi eins og gert meðal annars á Dalvík og fleiri stöðum, að þá þessi grein að keppa við, ég hugsa að fyrir hvern starfsmann í landvinnslu hér eru líklega 4 eða 5 í Austur-Evrópu á sömu launum. Þannig að þetta eru áskoranir sem greinin á við að eiga og ég vil líka fá að nefna hér, það ekki bara áskorun núna í því tollastríði sem að fara af stað, heldur við erum bara að lifa viðsjárverða tíma. Þar sem að mér finnst að stjórnvöld eiga að standa bara í stafni og styðja við atvinnulíf á Íslandi. Þakka fyrir Guðrún. Ég sé að þú búin að skrifa reiðinnar býsn, Hanna Katrín, og ég ætla nú að hleypa þér að. Ég ætla aðeins að fá að spurja þig út í annað atriði sem að tengist umræðinu undanfarna daga. Þú mættir í Kastljós hjá Ríkisútvarpinu og fullyrtir að það væri gríðarlegur hagnaður, meiri hagnaður í sjávarútveginum heldur en í öðrum atvinnugreinum. Þið hefur líka fullyrt að sjávarútvegurinn hafi fjárfest yfir 100 milljarða í ótengdum greinum. Þegar maður ræðir við atvinnugreinin eða hlustar á það sem þeir segja, þá kannast þeir ekki við þetta. Tölur frá Hagstofunni sýna að það ekki þessi umframhagnaður í greininni sem að fullyrt var á blaðamannafundinum sem þið Daði Már hélduð. Mér langar til að byrja, takk, mér langar til að byrja því að því að hér verið að tala auðlindarentu eins og hún sé eitthvað grín. Auðlindarenta skilgreiningin á því auðvitað bara umfram hagnaður fyrirtækja eða atvinnugreinar sem tilkomin vegna nýtingar á takmarkaðri auðlind. Þannig að auðlindarenta á svo sannarlega til í þessu auðvitað og mismunandi eftir fyrirtækjum, en það inn á hagnaðinn, en það líka staðreynd að EBITDA hagnaður fyrirtækja á Íslandi, bæði veiðum og vinnslu, umtalsvert hærri en EBITDA-hagnaður í viðskiptahagkerfinu í heild og ég ætla að leyfa mér að taka eins og margir gera banka og tryggingafélög út fyrir sviga. Þetta ekki skoðun, þetta eru tölur. Fjárfestingar sem ég tala og fleiri inn í atvinnugreinina, þetta bara fengið upp úr skýrslu sem unnin var að beiðni þeirra sem hér stendur fyrir nokkrum árum og sýndi bara að útvegsfyrirtæki, dótturfyrirtæki og tengt fyrirtæki væru með þessar fjárfestingar í óskyldum atvinnugreinum og það ekkert að því að fyrirtæki hagnist sannarlega ekki og það sem meira það frábært. Það leggur grunninn undir hagsældina hjá okkur og mér þykir býsna lítið gert úr skoðun yfirgnæfandi meiri hluta þjóðarinnar hver skoðanakannunin á fætur annarri sem sýnir að fólk sem fylgist með þessu eins og aðra, því fólk engin kjánar, það veit alveg hvað í gangi og eiga margt undir og þetta fólk sem starfar, býr og starfar í íslensku samfélagi.
að því þykir þetta ójafnt gefið og aftur ítreka ég það að það er til mikils að vinna að ná sátt þetta og ef við getum farið ofan í þetta svona, átta okkur á hvert raunverulegt verðmæti lagt þessi veiðigjöld sem við erum ekki að breyta reiknireglunni til grundvallar, þá held ég að við séum að stíga risastórt skref í þá átt. Mér langar aðeins að tala greiningar. Við höfum verið frá því í febrúar í samtali við forystu SFS, við höfum hitt þau, við höfum verið að senda bolta, við höfum verið að senda greiningar, gögn fram og tilbaka, aðalega fram frá okkur. Við höfum hitt sveitarfélög, sjávarútvegs sveitarfélög. Þau biðja greiningar, við höfum gefið þær greiningar sem við höfum, þau hafa viljað greiningar niður á áhrifin á því ef eitthvað fyrirtæki í þeirra sveitarfélagi bregst við leiðréttingu veiðigjalda með því að loka hjá sér. Og þá ætla ég að segja, ekki miklu eðlilegra að fyrirtækin í þessum tilteknum sveitarfélögum setjist niður með sveitarfélagsfulltrúum og opni bara bækurnar og sýni munu þessa leiðréttinga veiðigjalda hafa það í för með sér að við þurfum bara að loka og fara. Þessi ég er sannfærð að svo ekki, en ég ítreka að málið að koma úr fyrri hluta umsagna, það fer nú í vinnslu eins lengi og það þarf inn í ráðuneytinu að vinna úr þeim umsögnum, fer síðan til þinglegra meðferðar og aftur í umsagnaferli þar, þetta er bara mjög eðlilegt ferli. Við stöndum keik með okkur, við vitum hver hugur þjóðarinnar og fjölmargra sem vinna innan greinarinnar líka. En við verðum bara að hlusta og sjá hvernig þetta samtal. Þú sagði nú reynda líka Kornags mölunarverksmiðjuna, hún þyrfti alls ekkert að loka en lokaði nú samt. Já, það er hluti af þessu, það mega, fólk má loka, ég ætla ekki að fara að blanda mér í rekstur einstaka fyrirtækja og ég heyri merkilegt nokk, býsna marga hægri menn kalla eftir því ég geri það, ég mun ekki gera það. Sigrún, mér langar einmitt til að spyrja þú út í greiningarnar. Þú kemur nú á landsbyggðinni, þekkir það svæði mjög vel. Hefði ekki verið heppilegra þegar að þessi ákvörðun tekin eða kynnt að það lægju þá nákvæmari greiningar fyrir þannig að menn getur átt að sjá því hver heildstæð eða heildræn áhrif yrðu. Menn hafa nefnt Suðureyri í því sambandi en ég þekki líka byggðir sem eru nær í þínu kjördæmi. Ég held að sé alltaf gott að hafa greiningar. Það gefur auga leið. En það liggur samt alveg fyrir að það verð sem gert upp á þegar verða ákvaða veiðigjaldið að það er langt undir raunvirði og þannig að það alveg ljóst að það eru vinnslu sem eru starfandi og skila hagnaði sem eru að greiða raunvirði. Þannig að ég nokkuð viss það að umræddar vinnslu sem verða hér að ræða að það eru svolítið ýkjur í gangi. Við sjáum það bara að það koma fram einhverjar ýkjusögur það að það kom ekki lifur að landi vegna þess að fiskurinn verður allur fluttur út í gámum. Það er enginn að fara að flytja út fisk á þess að það sé gert af honum, þá ég við þorsk. Þannig að ég nokkuð viss það að það sé bara miklu betra fyrir framvindu málsins og framvindu greinarinnar að fá upp jákvæðara samtal staðið þess að vera að tala hér að loka og menn standi fyrir því jafnvel auðugustu fyrirtæki landsins að þau séu bara í uppnámi. Staðan er ekki þannig. En þú trúir því þá til dæmis ekki að fyrir fyrirtæki á Suðureyri muni... Ég trúi því ekki að mitt góða fyrirtæki, Kaupfélag Skagfirðinga til dæmis, sé í vandræðum með að greiða þessi gjöld. Nei, en ég er að spyrja önnur fyrirtæki sem að geta haft mikil áhrif í einstökum byggðum. Það er auðvitað rétt að skoða hlutina hjá Íslandssögu og öðrum. Ég er alls ekki að tala á móti því. Ég vil einmitt ná betra samtali við SFS marga hluti og það er ekki gert með því að ég tel ég vera að það væri betri far ef við förum og ræðum hlutina skynsamlega án þess að það sé komið bara strax með hótun eða að fara með nokkra þorska hér í strandveiðarnar þá var komið hér bara áramóta ávarp að það þyrfti að loka vinnslu. Það er auðvitað hægt að ná þessu betra samtali upp og ég tel að þetta boð og þetta pallborð sé bara ágætis byrjun á því. Guðmundur Ari, formaður þinn Kristrún Frostadóttir, hún hefur áður lýst því að það væri rétt að hækka veiðigjöldin en það væri líka rétt að gera það yfir langt tímabil. Áratugur var nefndur í því sambandi. Nú kemur þetta quiz bang búm. Hefði verið mögulegt að veita, í fyrsta lagi lengri umsagnarfrest frumvarpið í samráðsgátt og svo að gera þetta þá yfir lengra tímabil til þess að meta áhrifin? Ég held að sé kannski ágætt að bara nefna það sem Hanna Katla kom inn á áðan að þetta náttúrulega að fara inn í þinglega meðferð þar sem verður fullt samráð og öllum gefst kostur á að senda inn umsagnir og koma fyrir nefndina og vinna frekari greiningar og gögn. Varðandi framtíðarsýn
samfylkingarinnar í þessu málaflokki, að þá byggir það á samtölum við þjóðina út all land síðastliðin 3 ár. Það sem búið að ferðast landið og alls staðar heyrum við sömu sögu. Það ákall það að það skortir innviða fjárfestingar landsbyggðina. Hvort sem við tala vegina, heilbrigðiskerfin, menntakerfin, hafnirnar og fleira. Við hefum gefið þau loforð að við ætlum að bæta í innviða fjárfestingar út all land, en það þarf að fjármagna það. Það ekki nóg að segja að við ætlum að ráðast í fjárfestingar ef að ríkissjóður ekki sjálfbær og við erum að taka við ríkissjóði sem búin með meðaltap upp á 115 milljarða á síðastliðnum 7 árum. En ertu Guðmundur með greiningu það að tekjur ríkissjóðs muni aukast við það að tvöfalda veiðigjöldin? Tekjur ríkissjóðs muni aukast við að auka veiðigjöldin, já. Eru þið með greiningu það? Ég með þær hér? Ég með þær greiningar hér? Það greiningar í ráðuneytinu. Það líka liggur svona í hlutarins eðli. Hefur sú greining verið unnin? Sú greining hafi verið unnin? Já, segir Hanna Kata úr ráðuneyti. Liggur hún frammi í samráðsgáttinni? Greiningin á þessu? Já. Hún ekki inn í samráðsgáttinni, nei. Sigurður Ingi. En mér langar að ég var ekki búin að klára varðandi framtíðarsýn og 10 árin, því það er mikilvægt að það sé sagt að framtíðarsýnin snýr almenna auðlindastefnu á Íslandi til 10 ára. Það sem það innheimt auðlindagjald af öllum auðlindum landsins og við rífum sjávarútveginn úr skotlínunni í að vera stanslaus að karpa einhvers konar veiðigjöld. Við erum með almenn auðlindagjöld til lengri tíma. Hér erum við komin með grunn fyrir sanngjarnt auðlindagjald sem byggir á markaðsvirði eins og lögin í dag gera ráð fyrir, en til lengri tíma að vera með almenn auðlindagjöld og að hluti þeirra gjalda renni í nærsamfélagið til að styðja einmitt betur við sveitarfélögin og innviða uppbyggingu. Það áhugavert að hlusta á að það að gera skýra stefnu til næstu 10 ára Sigurður Ingi, gjörðu svo vel. Að þá byrja á að tvöfalda veiðigjaldi og svo verið að hringla eitthvað í ferðaþjónustugjöldunum og á þessum tíma sem eru verulegar áskoranir í alþjóðamálum. Ég er orðið leiður á þessari töl, þessu þvælu útafkeyslu á fjárlögum undanfarin ára og það aldrei minnst á það að það var vegna þess að við tókum 350 milljarða til þess að fara í gegnum COVID og eitthvað annað slíkt og svo gleymir ríkisstjórnin líka núna að núna rétt fyrir jólin þegar að fjármálaráðuneytið kom og hræddu þau að það væri mjög vont útlit að þá nokkrum dögum síðar þá fundu þeir 50 milljarða betri afkomu á árinu 2024 sem gerir það að verkum að það hægt að fara enn hraðar í að ná endum saman sem við hefum hvaða ríkisstjórn sem hefur sjálfsögðu gert. En ég ætla að nefna eitt, af því að þau eru öll hér að tala það að hér muni fara fram bara einhver þingleg meðferð og gögnin geta komið þá. Það nú þannig að framkvæmdavaldið verður að undirbúa mál sín almennilega. Í gær var ríkisstjórnin afturreka með fjármálaáætlun, vegna þess að hún var ekki nægilega undirbúin. Þetta ekki rétt. Engi rak hana heim, vegna þess að hún var varla að uppfylla lögin. Við koma með mál sem það illa undirbúið að það má ekki taka nema 7 daga í samráðsgátt, hugsanlega einhver gögn til, það má enginn sjá þau og svo á þingið að afgreiða þetta. Framkvæmdavaldið verður að vinna betur. Þetta fúsk. Guðrún, þú hlustar á Sigurð Inga, félaginn í stjórnarandstöðunni, taka á þeim með þessum hætti. Hvernig hyggist þið taka þetta mál áfram í hinni þinglegu meðferð? Ég ætla að taka undir það sem að Sigurður Ingi segi hér og það hefur verið áhyggjuefni núna á fyrstu vikum þingsins undir nýrri ríkisstjórn að okkur finnst vera lítil virðing borin fyrir þinginu eða störfum þingsins þar sem að það greinilegt að það á að keyra flest mál mjög hratt í gegnum nefndir og ég, að því þú spurði mig líka áðan afstöðu Sjálfstæðisflokksins, að Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekkert verið á móti því að hér hefur sjávarútveginn greitt veiðigjöld, enda eru þau hér á. Og ég kalla sömuleiðis eftir því sem að ráðherra segir hér að við öll einhvern veginn reynum að ná sátt þessa mikilvægu atvinnugrein í íslensku samfélagi. Hins vegar það þannig og ég nefni hér þessa mikilvægu atvinnugrein og það það sem við erum að benda á. Skattspor greinarinnar var að ég held ég fari rétt með 86 milljarðar á síðasta ári
Og það að ætla að fara í tvöföldun veiðigjalda núna að mínum mati svo að pissa í skóinn sinn, það skammgóður vermir. Það mun hleypa líklega einhverjum aukakrónum inn í kassan til skamstíma, en ríkisstjórnin á að horfa til lengri tíma. Hún á að vera stefnumótandi og búa til hér örugt og fyrirsjáanleg starfsskilyrði fyrir greinina. Og ég tel að þetta muni til lengri tíma litið, enda eru skýrslur sem að hafa undirbyggt það að til lengri tíma litið mun þetta þýða minni tekjur í kassa ríkissjóðs. Og ég held að ríkisstjórnin ætti að hafa það líka í huga. Og þar bendi ég á skýrslu Ragnars Árnasonar. Það eru örfáu mínútur þar til að Hanna Katrín þarf að víkja vettvangi vegna annarra starfsskyldna. En áður en að því kemur, ég ætla að gefa henni rétt orðið eftir smástund, en þó Sigmundur Davíð, í tengslum við þessa stöðu sem upp komin núna, við vitum ekki alveg með greiningarnar og áhrifin á fiskvinnslurnar, þær eiga að opna bókhaldir sjálfar til þess. Hvaða áhrif sér þú fyrir þér að verða af þessu ef að þetta næri í gegnum þingið? Þau eru með ríflegan meirihluta þar. Já, þetta mun hafa töluverð áhrif, eins og sjávarútvegurinn hefur nú bent á að einhverju leyti, en þá því bara tekið sem hótun og sagt að menn skuli nú bara passa sig að þeir ætli að reyna að viðhalda hagkvæmni með öðrum hætti eftir þessar hækkanir. En það var óvart að heyra að það liggi fyrir einhverjir útreikningar heildaráhrifin, nettóáhrifin að þessu, að þetta hefur nú verið rætt í þinginu í gær og í fyrradag, en menn hafa kannski vakað fram eftir í fjármálaráðuneytinu í nótt og reiknað þetta og verið spennandi að sjá, því að menn hafa vísað í alls konar dæmi frá öðrum löndum eða héðan það hvernig niðurstaðan verður ef að dæmið ekki reiknað í heild eða til enda. Nýlegt dæmið litlu skemmtiferðaskipin. Menn hækkuðu skatt á þau bara hættu að koma og skatttekjurnar minnkuðu. Þú ert að tala skattana frá síðustu ríkisstjórn. Já, vissulega. Ég ekki að segja að hún hafi verið mikið betri, en Þú ert búin að vera svo rosalega lengi í stjórnarandstöðu. Já, akkurat. Nákvæmlega. Hugsaði hvernig þetta hefði verið eða enginn hefði verið til að reyna að passa upp á því. En allavega, sko, svo kom menn alltaf með þetta. Þessi stjórn og svo síðasta og svo þar síðasta, við þurfum að ná sátt greinina og leið hvers og eins akkurat leiðin til þess að ná sátt sjávarútveg. Það verður engin sátt sjávarútveg eftir þetta. Ég lenti því í síðasta mánuði að verða miðaldra og allan tímanum fram að því hef ég fylgst með umræðu sjávarútveg sem hefur alltaf snúist deilur og það þyrfti einhvern veginn að ná sátt sjávarútveg. Vandinn kannski hluti til sá að tvennt sem mjög illa séð í íslensku samfélagi. Það að ganga illa, það að tapa penningum. En það sem ennþá vera að ganga vel og ná árangri. Og þannig hefur sjávarútvegurinn verið skotspónn, hvort sem að það hefur gengið illa, og sérstaklega þegar gekk mjög illa, eða sérstaklega núna þegar hefur gengið vel og betur. Og þetta því miður ekkert að fara að breytast. Bubbi Mortens ekkert að fara að semja lög hagkvæmni í sjávarútvegi og skattspor. Þú veist nú aldrei hvernig þetta endar hjá honum, sko. Það veit aldrei reyndar. Hann ekki nema 20 árum eldri en þú? Við gætu nú kannski kvartan eða fundið einhvern annan trúbador frá Vopnafirði til dæmis til að gefa út fyrir næstu jól plötuna 1 kíló af roði. Og þar eru slagarir eins og 18 milljónir, skattsporið, hagkvæmnin, Sigga á borði 22 hætti í gær. Af því hún fekk vinnu í gæðaeftirlitinu hjá Keresis. Ég að spá ég að hætta líka og fara að læra vélaverkfræði með styrk frá fyrirtækinu. Sigmundur, nú þurfum við örstutt áður en þú ferð, Hanna Katrín, ég veit að... Ég vil bara taka þetta að mér ef þið finnir... Bílstjórinn þinn ekkur bara hraðar fyrir vikið. Mér langar til, að því að við erum núna að fara að loka fyrir samtalið á þessu vettvangi, en mér langar til að spyrja ykkur öll, sum ykkar eru við völd og önnur ekki, hvað vilt þú gera á komandi misserum sem þú ert við völd til þess að efla atvinnugreinina og auka samkeppnishæfni hennar í ljósi þess að hún fer með 98-9% af sinni vöru á alþjóðamarkaði? Akkurat, frábær spurning og ég hef 30 sekundur. Það liggur alveg fyrir að það margt sem að þarf að gera og ég hlakka til þess, ég ætla bara að segja það, ég hlakka til þess að það myndi svigrúm til að taka það samtal
við forystufólk í greininni. Hafrannsóknir skipta náttúrulega lykilmáli þar inni. Alls konar hlutir sem hægt að gera til að bæta úr rekstrarumhverfi fyrirtækja hér á landi og ég ætla líka að nefna það, þó að hér séum að ræða risastóra útflutningsgrein, að það að ná niður vöxtum og verðbólgu hér á landi skiptir líka máli, vegna þess að samfélagið allt og efnahagslífið verður burðugra. Við höfum, það heilmikið í gangi hér og stundum tala menn samkeppni við niðurgreiddan sjávarútveg og annars staðar sem að stundum orðum aukin, en stundum að rétt á sér. Hér hefur stjórnkerfi lagað sig að í tíð fyrir ríkisstjórna mjög lengi að greininni með framsal aflaheimilda, leigu aflaheimilda. Það verið að gera heilmikið. Ég held að hafrannsóknir og síðan auðvitað þegar kemur að fiskheldinu að við séum að styrkja stjórnsýsluna þar. Stóra málið líka að einfalda rekstrarumhverfi, leyfisveitingar, eftirlit og annað slíkt. Við höfum svolítið undanfarin jafnvel áratugi verið að fylgja því að því meira og flóknara, því betri verður útkoman. Ég trúi á þessi akkúrat öfugt og það stóra markmiði hér núna. Ég verð að fara. Þú mátt Því fara. miður. Já. Takk fyrir samtalið. Takk fyrir mig. Þetta dálítið eins og í barnabók sem nú búið að banna, þau tína tölunni hvert á fætur öðru. Sigurjón, þú stendur núna eitt hér við þetta ágæta borð og nú bið ég þig að svara sömu spurningu. Hvað ætlar þú að gera til þess að efla eða tryggja aukið afl þessara mikilvægu atvinnugreinar? Bara sama og Hanna Katrín. Ég held að þurfum við að endurskoða hafrannsóknir. Við horfum bara fram á það að þorskstofninn frá árinu 2018, hann fór á nokkrum árum bara niður á við og væri búið að fylgja ráðgjöf Hafró upp á gramm nánast sem svarar 2 ársafla í þorski. En þú vilt auka þorskveiðar? Já, ég tel að við eigum að skoða þessa hluti. Við eigum líka að horfast í augu við það að loðnuveiðin á síðustu 20 árum, ætlum sé ekki innan við fjórðungur eða eitthvað í kringum fjórðungur að því sem var 20 ár þar á undan. Og einhver benti hér á, man nú ekki alveg hver það var, á sunnudaginn var að það væri einhverja breytingar í hafinu og það væri hitastigið sem að væri eitthvað á fleygiferð. Þannig að ég fór nú inn á vef Hafró og sá að það voru ekkert mikla breytingar. Ég held við þurfum að skoða þessa nýtingarstefnu og það meiri tækifærið þarna. Viltu skjóta hnúfubakinn? Ég alveg til í að drepa sjávarspendýr og hef reyndað að gert það. En það annað mál og það kannski aukaatriði í þessu. En það verður þá auðvitað að gera það með mannúðlegum hætti og allt það. Ég held að þessi nýtingarstefna, hún þurfi að fá meiri umræðu og síðan vil ég líka gera það til þess að fára meiri drift og meiri nýliðun inn í greinana, að það að við nýtum markaðana meira og förum með hráefni meira og opna tilboðsmarkaðin. Þú vilt fara með allan fiskamarkað? Já, eða þannig, en auðvitað verðum við líka að hugsa hag stórum vinslana þannig að þær hafi greiðan aðgang að öruggum magni og það hefur verið leyst meðal annars í Færeyjum. Þannig að þú vilt ekki að allur fiskur fara á markað? Ég vil að allur fiskur fái verðmyndun á markaði og þá fáum við líka laun sjómannanna upp og sanngjarnari hafnargjöld og veiðigjöldin líka. Sigurður Ingi, þegar þú kemst aftur til valda, hvað ætlar að gera til þess að efla samkeppnishæfni greinarinnar? Ef það verður ekki búið að færa allar fiskvinnslun á landi, því að ef allir markaðurum fer á allir aflinn fer á markað, þá náttúrulega kaupa þær vinnslu sem að geta verið 6 hvert starf á þeim launum sem að boða upp á Íslandi. Ýmsum hætti, Sigurður. Já, það hægt að setja lög að ríkið borgi laun fiskvinnslu eins og í Noregi, en það var það sem vorum að komast út úr, af því að sjávarútvegurinn sjálfbær. Ef fiskvinnslan verður ekki farin öllu landi, hann á að vera fyrirsjáanlegur og við skulum segja þetta, við komumst nú öll í gegnum þetta. Þetta verði jafnvel ekki svo langt. Tímabil. Þá finnst mér mikilvægast að, eins og hérna var nefnt, og við verðum að byggja allt á vísindunum. Þannig að við verðum að styrkja vísindin, hafrannsóknir. Mér fannst áhugavert sem Tryggvi nefndi hérna, að þegar ég man eftir því þegar Hafró átti afmælið, þá settum við á laggirnar verkefni sem átti að kortleggja hafsbotninn á einhverjum 10 árum með mjög dýrum hætti á skipi. Ég sé að það væri hægt að gera það hagkvæmara með kafbátum og baujum og drónum og einhverju slíku. Þannig við eigum að nota tæknina sem komin til þess að auka þekkingu okkar.
Við verðum að hafa meiri fyrirsjáanleika, varðandi veiðigjöldin þá verðum við auðvitað að taka þetta samtal og ég hef lengi verið þeirra skoðunar eftir að hafa verið í þessum málum á kafi að það sé skynsamlegra í því skyni að fá meiri tekjur eins og þjóðin vill af einhverju leyti að það sé tekið í gegnum tekjuskattinn og jafnvel þá þrepaskiptan tekjuskatt og jafnvel að veiðigjaldið sjálft væri þá eðlilegra að allir getu greitt það sem þeir geti ekki í dag því að það þarf úrræðandi persónuafslátt. Varðandi síðan fiskeldi sem að vaxa mjög greitt og hratt þá vil ég nefna það líka að ég hef verið þeirra skoðunar að það sé mjög mikilvægt að við tryggjum eignarhald Íslendinga á sjókvíaeldi með sama hættu og við erum að tryggja í sjávarútvegi og ég mun leggja svoleiðis mál fram á mánudaginn í þinginu. Þannig að ég held að við munum sjá svolítið svona meiri fyrirsjáanleika. Ég held að það sé lykillinn í sjávarútvegi eins og öllu öðru á Íslandi. En síðan verðum við bara átt okkur á því að við erum ekki mjög stór þjóð í stóru hafi, lítil korktappi og verðum svolítið að kunna fljóta og velja okkur þá íslensku hagsmuni sem við þurfum að verja á hverjum tíma og þeir geta verið mismunandi og þeir eru það sannarlega núna. Korktappin í hafinu geti verið yrkisefni fyrir trúbadornas Sigmundar. Guðrún, samkeppnishæfni, hvað vilt þú gera til þess að hlúa að sjávarútveginum? Rannsóknirnar hafa verið nefndar en það er spurninga hversu miklu leyti það tryggir samkeppnishæfnina. Þetta byggist náttúrulega á rannsóknum, þetta byggist á þróun, þetta byggist á sjálfbærni, þetta byggist á fjárfestingu og þegar þú leggur þetta allt saman þá verður að vera arðsemi. Og til allra Guðs lukku þá hefur okkur tekist að snúa sjávarútvegi úr gegndarlausu tapi eins og var hér upp úr 1990 eða á 9. áratugnum í að vera ein arðbærasta atvinnugrein okkar Íslendinga. Þetta líklega svo atvinnugrein sem samkeppnist hæfust allra. Hvað viltu gera til að auka samkeppnishæfnina? Við þekkjum söguna frá. Ég sagði það hér áðan að pólitíkin verður að skapa hér góð starfsskilyrði og fyrirsjáanleika til þess að þessi atvinnugrein geti starfað hér, verið burðug, haldi áfram að skapa hér tekjur, útflutningstekjur. Þær eru 350 milljarðar eða slíkar, það eru 10.000 manns að vinna í greininni. Og mér finnst alveg einkennilegt í íslensku samfélagi hvernig fólk oft leyfir sér að tala niður atvinnulífið. Það er eins og bara mjög margir eru búin að gleyma því bara hvernig rekum við þetta land, hvernig rekum við velferðarríkið Ísland. Það verður að vera þrótt mikið atvinnulíf til þess að keyra hér allt áfram. Þetta er önnur ræða og opnar aðeins en Sigmundur Davíð, samkeppnishæfnin að þínu mati, hvað viltu gera í því? Nú þekkjum við fyrirsjáanleikann sem að þú ert örugglega sammála og þú vilt efla hafrannsóknir en komdu nú með eitthvað nýtt á borðið. Já, bara leyfum mér í friði til að gera það sem þeir gera best. Án þess að reyna markvisst að refsa þeirri grein sem hefur náð hvað mestum árangri á þessu landi og mestum árangri á sínu sviði líklega í heimi. Það er ekki hvetjandi fyrir aðra þegar stjórnvöld bregðast við með því að refsa mönnum sem að ná árangri og gera hlutina betur en aðrir. Þannig aðalega snýst þetta eins og allir segja fyrirsjáanleika en það þarf líka að vinda ofan af ýmsu til viðbótar við það sem er ekki þegar búið að gera, ýmsu sem hefur gerst á undanförnum árum og á ekkert svo sem bara við sjávarútveg en regluvæðingin í þessu samfélagi og gjaldtakan af öllum mögulegu náttúrulega komin algjörlega fram úr hófi. Þannig að gagnvart sjávarútveginum eins og öðrum atvinnugreinum þarf að vinda ofan af því. En fyrst og fremst leyfa mönnum að vera í friði til að gera það sem þeir kunna. Guðmundur Ari, þú farið lokaorðið í þessu samtali okkar það. Þú ert búin að tilkynna okkur hvað þú ætlar að gera með skattlagninguna, en hvað viltu gera annað til þess að efla samkeppnishæfni greinarinnar? Sem þið segir reyndar að verði ekki fyrir áhrifum að þessari auknu gjaldtöku. Ég myndi í rauninni vilja draga saman sem einhvers konar öryggi og sátt. Að greinin starfi í öruggu rekstrarumhverfi þegar kemur að vöxtum og verðbólgu sem er lykilatriði í rekstri allra fyrirtækja á Íslandi, öryggi þegar kemur að starfsfólkinu, hvort sem við erum að tala vegina þeirra, heilbrigðiskerfinu og svo framvegis, öruggar hafnir, efna landhelgisgæsluna og svo skiptir þessi sátt svo miklu máli.
og mér finnst svolítið svona skauta léttúlega yfir það hvað vilji þjóðarinnar skipti miklu máli þegar við erum að sýsla með auðlind í eigu þjóðarinnar. Næst sáttin við fyrirsjáanleikinn kemur með sátt við þjóðina. Næst sáttin með þessari hækkun. Þetta okkar spor. Þegar ég steig inn í Samfylkinguna var ríkjandi stefna að fara eitthvað svona uppboðsleið. Ætti að vera fyrningarleið og allir kvóta á marka og svo framvegis með tilheyrandi ófyrirsjáanleika fyrir atvinnugreinina og það myndi draga vissulega úr fjárfestingu hugsanlega til lengri tíma eins og hafa verið færður rök fyrir. Hér verið að leggja á borðin tilraun til að reikna út raunvirði hrávörunnar sem þjóðin á, fylgja lögunum 33% skiptingin sem á að fara til þjóðarinnar og það í rauninni svo saga sem ríkisstjórnin að segja og erum að bjóða útgerðað fólki og fólki sem starfar í greinina að koma með okkur í það, skapa sátt þessa leið sem bara í íslensku lögum í dag. Við ætlum að nýta það umfram tekjur sem berast til að fjárfesta í byggðunum út all land og reyna þá að skapa aukna sátt sjávarútveginn, þannig að eftir 10 ár séum við komin í almennt auðlindakerfi með sterka innviði og að þjóðin standi öll þétt bak við sjávarútveginn og segir hann að greiða vel til hann að greiða vel inn í þjóðarbúið, við erum með sterka innviði og við erum stolt af íslensku sjávarútvegi. Það allavega okkar markmið í Samfylkingunni. Það verður fróðlegt að sjá hvernig tekst til, en ég þakka ykkur 5 sem eftir urðu fyrir samtalið. Takk fyrir. Takk. Takk fyrir þetta, Stefán Einar og öll sem tóku þátt í pallborðinu. Ég held að lag með Bubba og Sigmundi Davíð fari beint á topplista sjávarútveginn. Það fer að líða lokum hjá okkur í dag og loka erindið í höndum Heiðrúnar Lindar Martinsdóttur, framkvæmdastjóra SFS. Heiðrún, gerðu það svo vel. Takk kærlega, Hrönn. Það appelsínugul viðvörun í dag. Ég held að ég sé búin að heyra svona 5 brandara klæðnaðinn. En ég segi þetta sé viðreisnar kamúlflasið mitt. En mig langar svona aðeins, og ég ákvað eiginlega þegar ég var að gera þetta erindi og hugsa hvað langaði mig að segja, þá langaði mig eiginlega að segja eitthvað allt annað en að sýna ykkur gröf, kökurit, stöpla, tölur. Mig langaði svolítið kannski að fara bara í þetta, hvar liggja rætur samfélagsins? Hvaðan komum við? Hver erum við? Maður veit það svo vel þegar maður starfar í sjávarútvegi og ég held að það vitið allir Íslendingar að sjávarútvegur stendur hjarta okkar bara mjög nærri. Þess vegna langar mig fyrst að fara með ykkur í pínulitla heimsókn og við hittum hana Ruth. Hæ, mig langar að sýna ykkur bæinn minn. Þetta kaffihúsið okkar. Þetta matvörubúðin okkar. Þetta rafvirkinn okkar. Þetta smiðurinn okkar. Hér crossfit-stöðin okkar. Hérna spinningssalurinn okkar. Þetta vélsmiðan okkar. Þetta veitingastæðurinn okkar. Hér allt múlitbúðin okkar. Og hér fæst allt. Og hér sundlaugin okkar. Þetta ræktin okkar. Þetta flutningafyrirtækið. Og þetta bílaverkstæðið okkar. Hér vinnum við alls konar. Kennarar, smiðir, flutningabílstjórar. En við lifum öll á sjávarútvegi. Þetta var Ruth. En það vill svo til að heimurinn vill fá það sem við getum veitt honum. Það eftirspurn eftir fiskinum okkar. Vegna gæðanna, vegna ferskleikans, vegna afhendingaröryggis, bara út af sögunum okkar í kringum sjávarútveg. Og það sem meira það eftirspurn eftir nýsköpuninni, eftir tækninni. Allt þetta hefur orðið til þess að við erum að búa til miklu mun meiri verðmæti en aðrar þjóðir úr sjávarauðlindinni. Þetta einu tölurnar, næstum því. Þetta það sem að sjávarútvegur og fiskeldi reyndar líka skapaði á árinu 2023. Við sjáum að skattsporið tæpi 90 milljarðar króna og við metum að fiskvinnslan sé kannski svona 35–40% af þessu skattspori. Það ekki bara veiðigjaldi sem að kemur þar ofan á,
Það eru allar hinar greiðslurnar. Þetta er stóra myndin. Síðan eru það útflutningsverðmætin sem eru 400 milljarðar, vinnsluvirðið, það sem eftir situr þegar búið að greiða fyrir öll aðföng. Þannig að sjávarútvegur situr eða skilur eftir mikið af gjaldeyristekjum þegar að aðföng hafa verið dregin frá. Það eru tiltölulega há laun í atvinnugreininni, sjómenn auðvitað þeir hæst launuðu allra í íslensku þjóðfélagi, 113 milljarðar króna. Við erum alveg fullviss það og við höfum reynt að tala það hér á fyrri ársfundum að við getum auðveldlega tvöfalda þetta verðmæti, tvöfalda sporin okkar í samfélaginu í formi verðmæta. Eftir erindi frá Tryggva þá gæti ég kannski sagt þrefaldað eða fjórfaldað. En það kannski þá aðeins fleiri en næstu 10 ár. Þannig að það eftir ótrúlega miklu að slægjast ef að rétt á spilum haldið. En þegar maður fer síðan aðeins að hugsa þetta, hvernig búum við þetta til? Af hverju Ísland eitthvað einstakt? Við erum ekkert með einhver einstök fiskimið. Við erum ekki með einstakar veiðar á grundvelli vísindalegra ráðgjafar. Það fullt af þjóðum að gera nákvæmlega það sama og við þar. Það sem að einkennir kannski okkur þegar maður fer að hugsa það, þá það þrennt. Það sem hefur skapað þessi miklu verðmæti. Það varanleiki aflaheimilda til þess að tryggja það að greinin hafi þessa langtíma sín og fjárfesti til langra framtíðar. Löng framtíð ekki í 10 árum eða einu kjörtímabili. Löng framtíð eins og til dæmis bara vegferð Guðmundar Fertram, þar sem hann byrjar 2007 og selur fyrirtæki sitt 2023. Þetta 18 ára vegferð. Þannig að við þurfum að hafa þessa langtíma hugsun, en síðan það líka frjálsa framsalið sem tryggir þá hagkvæmnina, velrekin fyrirtæki og svo framvegis. Þriðji þátturinn sem að einkennir okkur, kannski umfram aðra, það samþætting veiða og vinnslu. Þar sem að samþætting veiða og vinnslu á sér stað, þá höfum við stjórn á aðstæðum. Við erum sveigjanleg, við getum breytt okkur þegar markaðsaðstæður breytast, þegar tollastríð geisar, þegar COVID brestur á. Þá getum við aðlagað okkur að markaðnum. Og við munum svo sannarlega gera það núna, en það mun ekkert aðra þjóð að gera það jafnvel og við. Þannig að þessir 3 lykilþættir saman sem hafa búið til þessi verðmæti. Og þetta hafa aðrar þjóðir ekki. Þannig að við höfum áhyggjur auðvitað því þegar að byrjað að tala þætti, breytingar á umhverfi okkar, regluumhverfi, sem að vegur að þessum 3 þáttum. Og það auðvitað umræðan sem við erum í núna. Þráttur að við séum að tala gjaldtöku, sem að hljómar ekki eins og við séum að fara að vega að kerfi eða breyta kerfinu, þá það samt þannig að gjaldtakan á að miða við sjávarútveg í öðru landi sem hefur ekki þessa eiginleika. Við erum sem sagt farin að bera saman epli og appelsínur þegar við ætlum að fara að taka eitthvað á norskum sjávarútvegi og heimfæra það á Ísland. Þannig að það mjög erfitt að bera þessa hluti saman. Og eftir að hafa nú verið í þessari atvinnugrein á 9. ár, þá hef ég lesið fleiri en 1 og fleiri en 2 og fleiri en 3 skýrslur frá Noregi, þar sem talað hvernig getur norskur sjávarútvegur komist á þann stað þar sem íslenskur sjávarútvegur í verðmætasköpun, í tækninni, nýsköpun, fullvinnslu afurða. Það gerist með samþættingu veiða og vinnslu. En núna ætlum við að fara að skattleggja einn hluta í okkar rekstri eins og í virðiskeðju sem ekki samþætt í norskum veruleika. Og mér langar aðeins kannski að sýna ykkur hvernig við lítum á þetta, vegna þess að það skilja kannski ekki allir hvað átt við þegar talað norsku leiðina og hvað það í raun sem felst í leiðréttingunni. Tökum þetta svona, við erum með 100 krónur sem við fáum fyrir að selja fiskinn og hann kemur til Íslands og það þarf að ákveða hvernig á að skipta þessum tekjum á milli þeirra sem búa til verðmætin. Það annars vegar skipið og hins vegar fiskvinnslan. Þetta á grundvelli kjarasamninga meðal annars þar sem að þetta hefur verið skiptingin í bolfiski og hún verður ekki bara til einhvern veginn af því að það stundum talað eins og útgerðin sé að skammta þessu. Að þetta sé eitthvað sem tilbúningur en í raun ekki raunveruleg verð. Ástæðan fyrir að þetta svona vegna þess að það viðurkenning á þessari keðju og að fiskvinnslan geti rekið sig þannig að einhver arðsemi sé
þannig að það sé fjárfesting, þannig að það sé hægt að greiða þar góð laun. Og þetta þá viðurkennt meðal annars af sjómönnum í kjarasamningum að þeir taki 55–60% af tekjunum sem koma hinum endanlegu og það fari til skips. Þannig að það þetta jafnvægi sem verður í því hvar tekjurnar skiptast sem leiða til þess að við erum með öfluga fiskvinnslu. Þetta ekkert bara eitthvað sem skammtað fyrir einhverju tilviljunarkenndu bókhaldi hjá hverju einu fyrirtæki. Förum þá til Noregs og hvað verið að gera þar? Ef við tökum þennan sama 100-kall, að þá sjáum við það að 80 til kannski 90 krónur sum árin fer beint til skips. Þannig að í verðmætasköpunni, sem nú reyndar mjög lítil í fiskvinnslu í Noregi, þá fara 10 til 20 krónur. Og fyrir því ástæða. Þetta ástæðan fyrir því að þeir hafa litla verðmætasköpun og fjárfestingu í fiskvinnslu. Fiskvinnsla rekur sig ekki. Þetta eru vandræðin. Þannig að núna ætla stjórnvöld að verðleggja að segja okkur að af 100 krónunum sem við fáum í tekjur, eigum við að setja 80 til kannski 90 krónur á skipið. Hvað verður fiskvinnsluna? Og ég hef spurt stjórnvöld þeirra spurningar, hvort þau ætli þá að taka norsku leiðina alla leið og að það verði þá ríkisstyrktar fiskvinnslur. Á sjávarútvegur að fá að greiða 0% tryggingagjald eins og í Noregi. Það alla jafna þannig og það bara byggða pólitík í Noregi þar sem að fiskvinnslur og sjávarútvegur reyndar upp allan Noreg greiða svona 0–5% tryggingagjald. Ætla íslenski skattgreiðendur að fara að greiða laun í fiskvinnslu? Ætla íslenski skattgreiðendur að greiða hráefnislausa daga í fiskvinnslu? Þetta eru bara brennandi spurningar sem við verðum að fá samtali við stjórnvöld Það var reyndar því var fljótt svara á fyrsta fundi að það stæði ekki til að leggja þannig frumvarp fram samhliða, sem ég held reyndar að sé skynsamlegt. Við viljum ekki fara norska leið. En síðan annað í þessu samtali að það sagt, nei, þið eigi ekkert að breyta neinu. Við erum bara að skattleggja ykkur, eins og þið séum með þessar tekjur á skipið. En það hlýtur hver maður að sjá í hendi sér að það gengur ekki upp. Það verður eitthvað undan að láta ef að það sagt, við ætlum að segja þér að tekjurnar á skipið séu 80–90 krónur og ætlum að skattleggja skipið á grundvelli þess. Þá verður einfaldlega að afla þeirra tekna og það verður hvergi annars það tekið þá enn úr hinum hluta virðiskeðjunar sem fiskvinnsla. Þetta í raun ekkert flóknara en þetta. Þannig að þegar það talað leiðréttingu, þá verið að tala þennan norska veruleika. Og við höfum bara verið hreinskilin þá að segja hlutin eins og þeir eru. Ef að þetta planið, þá verðum við líka að fá að heyra hver áhrifin verða. En ef að planið að tvöfalda skattheimtu á sjávarútveg í formi veiðigjalds, þá líka miklu heiðarlegra að koma bara beint fram og segja það. Og segja við ætlum ekki að fara norska leið, en við ætlum að taka 70% af hagnaði fiskveiða. Ég þykist hins vegar að vita að það pólitískt mjög óvinsælt, því það verður þá lítið eftir til fjárfestinga þar. En hver eru áhrif þessara óhóflegu skattlagningu? Hvað gerist ef að fiskvinnsla rekur sig ekki? Einhverjar fiskvinnslur hætta, einhverjir vafalaust verða áfram í rekstri, með óhagkvæmum hætti jafnvel. Fiskur fer í meira mæli til útflutnings óunnin. Þetta eru svona bara helstu þættirnir. Við verðum einsleitar útflutning, við sjáum það hjá Norðmönnum, þorskur fer til Póllands og Kína og við sjáum hvaða áhættu þættir í einsleitum útflutningi. Hvað gerist til dæmis núna þegar að ESB fær á sig 20% toll og Pólland að flytja fisk til hinna ýmsu landa? Norskan fisk sem unnin þar í landi. Það áhætta þá fyrir Norðmenn líka. Þannig að þetta virðið sem liggur í því að við höfum þetta hér á okkar hendi og þá höfum við örlögin okkar eigin höndum það hvernig við vinnum fiskinn og hvernig við tökumst á aðstæður. Í öðru lagi auðvitað minnka tekjur ríkisins til lengri tíma, það var aðeins komið inn á þetta og skattsporið auðvitað hið augljósa. Ef við metum að fiskvinnslan sé 35–40%, að þá mun skattsporið minnka þegar að þessar breytingar verða. Nú tekjur sveitarfélagsins fara minnkandi, útsvarstekjur sveitarfélaga frá sjávarútvegi, fiskvinnslu og veiðum
hafa aldrei verið meiri. Þrátt fyrir samþjöppun, þrátt fyrir að sjálfsögðu að einhver byggðarlög hafi borið skarðan hlut frá borði við hagræðingu í sjávarútvegi, en þá erum við með ótrúlega sterk samfélög allt land, í öllum landshlutum, þar sem að sjávarútvegur burðarstólpi. Byggðin veikist þá smám saman þegar að fiskvinnslan lítil. Þjónustufyrirtækin, iðnaðarmenn, smiðir, rafvirkjar, nýsköpun auðvitað líka. Allt það sem á sér stað við verðmætasköpun, við fjárfestingu fiskvinnslunar, það hverfur. Og auðvitað nýsköpunin minnkar. Langtímahugsunin verður minni og við verðum fyrst og síðast hráefnisútflytjandi. Þetta eru svona bara það sem við vildum helst benda á mögulega áhrif óhóflegrar skattlagningar. Sem betur fer ég ekki í þeirri stöðu að þurfa að taka þessar ákvarðanir. Það eru fyrirtækin. Það eru þeir sem að búa í þessum samfélögum og ég veit að það vill enginn þurfa að taka svona ákvörðun vegna skattlagningar stjórnvalda. Stundum þarf að taka erfiðar ákvarðanir vegna þess að tímans hjól heldur áfram að snúast. Tæknibylting breytir því hvernig við vinnum fisk. En að það skuli vera að frumkvæði stjórnvalda, að það þurfi að loka fiskvinnslum og þannig að fækka fólki sem að í góðum heilsástörfum í dag, það eru erfiðar ákvarðanir. Og kannski aðeins þetta, vegna þess að það hefur verið rætt eins og sveitarfélögin eigi kannski að láta sig þessi mál litlu varða, vegna þess að þau eigi von á góðu. Þau eigi von á fjárfestingu í innviðum. Það gott og vel og svo sannarlega þörf á fjárfestingu í innviðum. Við vitum það alveg í sjávarútvegi að svona það bil allir innviðir eða margir þeir innviðir sem að sjávarútvegur reiðir sig á, að þörfin fyrir fjárfestingar veruleg. Það raforkukerfið, það eru vegirnir, það eru hafnir, það eru flugvellir. Og verst þetta að sjálfsögðu á landsbyggðinni. Og landsbyggðin á svo sannarlega rétt á innviða innspýtingu. En það hjálpar ekki landsbyggðinni að missa spón úr raski sínum í formi tekna. Í formi rekstrar tekna sveitarfélagana. Ég hef sagt það að sveitarfélögin og fólki sem þar býr, það borðar ekki malbyggið. Þú þarft að reka sveitarfélagið, þú þarft að borga leikskólakennurum laun, heilbrigðisþjónustu og svo framvegis. Allt þetta þarf að vera til staðar í sveitarfélagi, þannig að fólk vilji búa þar og festa þar rætur. Þannig að tapaðar útsvarstekjur, þær verða ekki bættar með innviðauppbyggingu. Þannig að mér finnst við þurfa að horfa á þessi samfélög og þau þurfa að fá að segja sína skoðun og þau þurfa að fá svör við því hvaða áhrif, hvaða breytingar sem að stjórnvöld vilja gera, hvaða áhrif þau muni hafa á þeirra daglega líf og þeirra framtíð. Mér langar að fara með ykkur í aðra heimsókn. Þetta hann Anton. Komið þið sæl. Mér langar að sýna ykkur bæinn minn. Hér ræktinn, hér vélsmiðjan í bænum, hérna sparkvöllurinn okkar. Hér verið að gera upp gamlan skóla, svo það skíðasvæðið okkar. Þetta hérna netaverkstæðið okkar. Hey! Hérna veitingastæðurinn okkar. Hey! Hér Silfurskálinn, matsölustæðurinn okkar. Hey! Matvörubúðin okkar. Hér eru menn á störfum. Hér rafmagnsverkstæðið okkar. Hérna timburvinnslan okkar. Þetta líka. Svo það leikskólinn. Við gerum ýmislegt og vinnum við alls konar störf hérna. En hér, í þessum bæ, þá lifum við öll á sjávarútveginu. Til að draga þetta bara stuttlega saman og svona það sem að var hugsun mín í þeirri hugsun sem ég að koma hér áleiðis að við verðum að standa vörðum sterkar rætur okkar. Við eigum að standa vörðum sparkvöllin, sjoppuna, ísrúndin, leikvöllin, leikfélagið, félagsheimilið, kaffihúsið, bryggjuna, litlu búðina. Það nákvæmlega í umhverfi þar sem atvinnulíf öflugt, þar sem allt þetta fær þrifist. Þar sem dugmiklir einstaklingar
finna kröftum sínum farveg. Ekki vegna þess að stjórnvöld rétta þeim eitthvað, heldur vegna þess að þeir skapa sína framtíð sjálfur. Það með öflugum sjávarútvegi sem við treystum þessar rætur. Því að við öll lifum á sjávarútvegi með einum eða öðrum hætti. Takk. Takk fyrir þetta, Heiðrún. Það eru miklir hagsmunir í húfi. En það komið á lokum hjá okkur í dag. Við viljum þakka ykkur kærlega fyrir komuna og minna á drykki hérna fyrir utan þar sem við getum haldið áfram samræðinni. Takk fyrir.